Komið sæl, kæru gestir, við erum velkomna að skjánum. Brynjólfur Páll Schram heiti ég og með mér í kvöld er að sjálfsögðu kunnugt andlit Daniel, velkomin. Takk fyrir, góða kvöldið. Lokakeppnin. Lokakeppnin í kvöld. Veturinn 23-24. Jep. Og þetta er svona... 2 tíma veisla á Nürburgring, Nordschleife. Bland í poka. Já. Nordschleife er mjög þekkt braut. Skógarbraut, engir áhorfendur út að keyra í frumskógi hérna mestmegnis. Rigningasvæði sem er svona eitt svona pluss með keppni í kvöld, það er möguleiki á rigningu. Mikill möguleiki á rigningu. Mikill möguleiki, ef við værum í raunastæðum. Já. Það er stundum svona einhvern veginn af eða á hann í svo leik. Já. En Nordschleife plus Nürburgring sem er alveg keppnisbraut, þannig að fyrir hlutina keppnin í kvöld, bara fyrsta mínútan erum við á svona hefbundni keppnisbraut og svo við farum út á sveitaveg. Og það er í rauninni Nürburgring GP sem er keppnisbrautin og jú, hún er svona mínúta 1,5 til 2. Já. Og svo náttúrulega 21 kilometer af sveitavegum, já. Endalausar beygjur, endalaust gaman og það er tvöföld keppni hjá okkur eins og hefbundi er orðið. Það er alltaf tvöföld leynd á keppnunum í loka keppni hvers tímabils, bæði vortímabils og hausttímabils og núna erum við að klára vortímabilið. Þannig að við erum að fara að sitja hérna saman í 2,5 tíma. Já. Það verður veisla. Þetta er veisla, þetta er svona hatursbraut. Menn hafa mjög blendnar tilfinningar, það er ekki já, hún er bara ókei. Það er annað bara að elska menn þess að brauti hatana. Já, það er svolítið svoleiðis. Hún kölluð líka á ensku, þegar hún kölluð The Green Hell. Já, The Green Hell. Já. Ekki Hill. Hell. Þess að þessi alveg haldið þetta framburði. Nei, það er ekki í þarna í þessu orði. Já. Og eins og þið fastir gestir vitið þá er kannski ekki mikið keppni í gangi alveg á toppnum þar sem Jökull er búinn að marktryggja sig. Já. Sigurinn. Hann er búinn að stinga af með fullt hús stiga. Hann er með þetta. 157 stig. Öðru sæti er Andri Már Guðmundsson með 118 stig. Þannig að það er engin möguleiki að ná hann í Jökli. Þar fyrir aftan er Davíð Rúnar með 94. Það er langsótt að hann ná í andra. En það er samt smá baráttu þarna því að eftir andra er Davíð Rúnar 94 eins og áður kom fram og Ingi Þór fyrir aftan hann aðeins 6 stigum með 88. Það er smá keppni 3. sæti. Þetta skulum við fylgjast aðeins með í kvöld og svo er svona svolítið miðjumóð, það er meira upp á stoltið og það er smá keppni á botninum, það gæti breyst. Það er ekki hægt að vinna sig upp í úrvalsdeildina, þannig að þeir sem falla bara falla. Já. Og það er sérst Magnús, svo ég farin bara fljótt yfir þetta, Sindri er fallinn, Gulli, Sindri er ekki með í kvöld, þannig að hann er fallinn. Gulli, Gunnlaugur er í næstsíða sæti. Hann er ekki með í kvöld heldur? Jú, ok. Þá fór fram með mér, þá er hann fallinn. Já. Og þá er það semst, er að Magnús Ingóls í 3. næsta sæti, hann er 7 stigum eftir Dodda. Já. Þannig að ef hann er einhverju framskorandi árangur í kvöld, þá er séns að hann bjargi sér, það er svolítið langsótt, finnst mér. Já, þetta er svo jafn deild og erfið deild. Þetta eru liðsfélagar, þannig að, en svo náttúrulega líka erum við að tala að við erum á slaufinni. Já. Og við erum með heavy damage og þú þarft ekki nema að fara út af, skemma bílinn, fá vélaskemmt kannski, snemma á rigning, ferð út af kannski á fyrsta þriðjunga brautinni og þá ertu kannski að fara að taka 3 mínútna lengri hring heldur en hinir eða eitthvað svoleiðis. Já, og það er líka hann Magnús Árnason með 34 og Magnús Ingóls með 24. Þetta eru bara þessi staði sem við þurfum að fylgjast með, það gæti vonandi myndast eitthvað spenna. Já. Vonandi myndast spenna og það er líka í svo skollu stórmeistarakeppnin sem er samanlegur árangur vor og haust, eða haust og vor skulum við segja. Akkurat. Og það er Jökull, hann er aftur búinn að stinga af, hann er búinn að tryggja sér stórmeistaratitilinn. Davíð Rúnar, hann er með 214 stig, 10 stigum eftir hún með Kári Steinn, 6 stigum eftir Kári Steinn er Gunnar Agnarsson, Gunni Agga. Eins og kallum hann. Já. Það gæti líka verið smá spenna. Ég veit að menn og horfa á þetta, það er mikill munur að vera í 3. eða 4. sæti. Þetta er pódium sem er hérna í húfi. Já, en Gunni Agga er ekki kvöld heldur. Það fór fram með mig líka. Hver eru fleiri ekki með? Það er nú ágætt að vita hver er ekki með í kvöld. Ég var upptekinn svolítið í dag. Ég náði ekki að fylgjast með því. Þannig að Gunni Agga er ekki með. Nei. Og þá fór spenna út úr bara út í veður og vind
Já, ég ætlaði nú ekki að skemma þetta fyrir. Nei, ég var að leita hérna fyrir keppni í kvöld, hvar við gætum verið að fylgjast með einhver spennandi þróun, hugsanlega. Já. Og það það Gulli, Sindri og Gunnir ekki með. Einhverju fleiri forfallaðir í kvöld? Það ágætt að halda því til haga svona bara því við erum á þessari nótu. Já, það allavega bara 11 keppendur í kvöld. Ég veit það. Þá vantar einhver einn í viðbótinn á listan sem verður ekki með, því að við erum með 15 keppendur skráða. Já. Og -3 eru 12. Þannig að það einhver einn annar í viðbót sem ekki þá með. Það kemur þá kannski bara ljós við förum út á braut. Þetta allavega það má alveg koma fram í tjattinu þá ef menn eru með á nótunum. Já, það nú mjög lítið búið að gerast í tjattinu, það bara eitt komin hérna, Jújú, Ási og Arnar Freyr, góða kvöldi strákar. Já, horfum við bara hrannast inn hérna, það komið 2 í tjatti, við erum mjög ánægðir með það. Já, ég bara, veistu það, ég hreinlega man ekki, ég var með þetta bara í tölvunni hjá mér áðan, hverjir eru hvað. Já, ég var eiga tíminum, sko, þessi lill tími sem ég hafði til þess að svolítið undirbúa útsendingun og var að reyna að leita einhverju spennandi hluti sem getur fylgst með að þetta náttúrulega 2 tíma keppni og langir hringir. Ég á vona fyrir þá kannski aðeins bara út í strategíuna, menn eru alltaf að keyra á sínum GR3 bílum sem þeirra eru þá 4. keppnin á GR3 bílum og það bara skylda að nota hard, það engin skylda að nota medium og hard, þannig að þetta verður líklega, við vorum að ræða þetta, ég og Danni, við höldum þetta sé bara hard lágmark og svo þetta bara soft út. En ég reyndar, veit ekki, svo jökull, ef þú nærðu að kreista fram hrað og medium dekkjum þá nærðu sparaðar hugsalega eitthvað pit stopp. Við ætlum ekkert að vera að velta vöngum yfir þessu, þetta svo löng keppni. Við látum þetta bara, við sjáum þetta. Til þess að ræða saman málin. Já, kannski bara aðalega farið yfir að láta þetta keppni byrja. Mennur að skjóta sig fram úr í byrjun. Það svona hugsalega einu skipti sem að verður drama í þeim málum. Og til kannski bara síðasta hringa svo oft hefur áður reynst að spilast ekki út úr strategínu fyrir alveg í lokin. Akkurat. Og já, það nú svolítið þannig. Og svo náttúrulega líka gott að minnast á það fyrst við höfum tíman hérna að hérna fyrir neðan okkur, þar eru sponsorarnir okkar. Já, klálega. Þetta eru styrktaraðilar deildarinnar. Klálega, alveg vel tímabært. Ég er búin að vera forfallaður í útsendingu og var að lofa og svo voru tæknilega örðleika. Ég var búin að lofa því hérna upp í erminn á mér að reyna að fara yfir allt þessa sponsora þeir eru mikið hróskilið og vonum ekki stífa tærnar og neinum með móðga neitt. Já. Það allan ekki ætlun okkar en þessi aðlar eiga mikið og marga þakkir skilið að standa þétt á bak við okkur, keppendum og deildarinnar. Endilega kíktu á spjallið, það eru komnar upplýsingar hverjir ekki með. Já, skulum skoða það. Sjálfum. Já, Guffaluf, hann er Guffi, okkar Andri. Andri er ekki með. Já, Andri er ekki með. Þetta, já, sko, bílum með Andra og Davíð Rúnars eru 22 stig. Já. Það er eitthvað mikið að gerast að það falli ekki Andra í vilan á öðru sæti. Þannig ég ætla að segja hann sé nú nokkuð öruggur þarna. Svo líka náttúrulega verður það 0 stig, hann fær eitthvað stig. Þetta er fyrsta keppni sem missir af. Já. Þannig að það held ég að sé tölfræðilega ómöguleiki Andri missi þetta sæti. Já. Á þess að við nú verið að setja svona eftir minni hérna í beinni. Ef menn geta að fara á náttúrulega heimasíðuna og leið mig. Já, fyrst við erum með Guffa hérna í tjattinu hjá okkur og kannski getur mynd okkur á það. Er það 2 eða 1 keppni sem tekin úr stórmeistara? Já, það verður gott að vita það. Ég held að þessu 2. Nú ég að fara í vortímabilið, bara per se, sko, því Andri er náttúrulega ekki í keppninu stórmeistaratitil. Nei, þetta var bara svona... Já, það er gott að halda þessu öllu til haga. Það er svona ágætt að vera með eitthvað vangveltur hluti sem getur leitað eftir einhverju spennu í kvöld. Það er samt spennan einhvað síður. Það er Davíð Rúnar og Ingi Þór. Ég var búin að negla þetta niður sem aðal keppni kvöldsins. Já. Ingi, það væri mjög sterkt hjá hann að koma hans upp henni við 3. sæti í kvöld. Það væri geðveikt, sko. Það væri geðveikt að sjá það, sko. Já. Og hann náttúrulega var bara í hérna... Ég er náttúrulega alveg hlutlaus, ég sé bara megi betri maðurinn hafa betur, eða sem hraðari ökuþórinn vinna. Afsakið þetta. Þannig að það er nú bara svona, svo er náttúrulega, ég get svo rúlega niður töfna, það er Hannes og Kári, eru jafnir í 5. til 7. sæti með 78 stig, Dimmi með 77, 1 stíg eftir, þannig að þarna er nú svolítið pakki. Dimmi er búin að vera svolítið sjálfur sér vestur í vetur. Hann er búin að vera gríðarlega hraður í tímatökum en ekki náða að fylgja eftir og oft á tíðum bara farið, bara snúið sér.
Já, akkurat. óheppni, brunnin dekk, hvað, þú veist, bara hvað hann hefa þannig að hann kannski hugsaðu glóður það var nú ekkert amælt að ná þarna í 5. sæti skjóta þessu upp fyrir Hannes og Kára og skal bara öllum keppendum allsins besta í kvöld, það náttúrulega stutt í ef við hoppum út á braut, það reynda sko náttúrulega 8 mínúna það 5 mínútur í að tímatöku hefjist og svo náttúrulega átlapp hann lágmark 8 mínútur þannig að það ekkert endilega voðalega spennandi að fara út á braut og snemma mér okkar heldur bara frekar að spjalla við hérna spjallið kattið og hvetja menn til að setja fram bara spá kvöldsins. Já, nákvæmlega, það verður fróðlegt að sjá. Ég ætla að spá Jökli í fyrsta sæti. Já, ég heyrðu þetta Já, ef hann vinnur ekki í kvöld þá eitthvað Betsson búinn að búa til eitthvað status það eitthvað grugguti í spilunum að sjálfsögur Jökull. Það held að það verður ósmanns æði að spjá Jökli ekki sigri. Það bara þannig, hann með fullt úr stiga, hann með ræðast að ringja allir kefnum, hann búinn að alla 7. Ég ætla að segja að þetta verður Jökull, Ingi og Dimmi. Já, sko, þetta svolítið, ég gaman að þessari spá hér. Því að þetta svolítið svona spá sem ég vil heilsu að taka undir. Ég ætla að setja Jökull, Dimma, Inga. Já. Ég ætla að snúa þessu við. Ég ætla að hafa þetta aðeins öðruvísi. Ég trúi á báðum þessum keppendum. Ég trúi því. Þetta svolítið svona eins og hugurinn mér var að segja til áður en þetta kom fram. Ég lofa því. Ég ekki að ýkja. Hann Arnar Freyr spyr hérna í spjallinu hvort að við ætlum að mæta á lokahófið. Já, ég bara mæti alltaf, ég mæti allt sem ég get, svo lengi sem ekki bara frátekinn í vinnu, þá ég mættur. Já, ég tek frá daginn. Já, einmitt, já. Stórmeistarinn Guffi líka búinn að fræða okkur að stórmeistarinn bara fæna gildast, ég veit já, það sérst eina og voru ekki haust, það ekki tekið samtals 2 verstu. Það 8 mínus 1 á haust og 8 mínus 1 vor. Já, nákvæmlega. Það ekki 16 mínus 2. Já, akkurat. Já. Þannig að það þá komið hérna fram. Takk fyrir þetta Guffi. Og það ekki úr vegi að senda sérstaklega kveðju til að skuffa, það ákveðið tímamót sem að fara að eiga sér stað í lok þessari keppni. Guffi, ég var búinn að, við erum á tilgreinda áður og ég hefði orðað þeim langaði svolítið að hafa orðað á þessu seinna, en Guffi, þetta maður svo mikið hrós skilið, ég var svolítið að renna yfir þetta í dag og fyrir þessa keppni að við erum að klára nú okkar 7. tímabil. Ég þekki ekki alveg söguna með það hvort þetta var alltaf skipt í vor og haust. En ég fór yfir það að sá maður sem keppti í flestu keppnum Hannes, hann að fara í núna sína 93. keppni. Já, sæl. Og það gerir 15 eitthvað keppnir á 6 tímabilum. Já. Þannig að það allan búin að vera 16 keppnir að mér sýnist yfir 6 tímabil. Já. Og þetta ekki á færi allra að halda utan og svona. Hann byrjar að áhuga keppni fyrir 6 ára síðan, 1 deild, bara svona smá hófum í saman eitthvað mót. Svo kemur COVID og þetta verður 2 deildir, svo þetta 3 deildir og nú þetta 4 deildir. Já. Og maður búinn að halda utanum, sko, hvað hann ekki búinn að halda utanum, sko? Hann búinn að halda utan reglugerðirnar, keppnishalda brautum, dekkjaslit, bensínnotkun, vefsíðugerð sambandi við Stöð 2, við erum hérna staddir í Arena. Þetta bara svo stór pakki að það bara fáralt að hugsa til þess að þetta búinn að herðum eins manns. Já, nákvæmlega. Bara glæsilega vel gert og bara þökkum honum innilega fyrir að hafa byrjað þetta samfélag. Það væri enginn ákveð hérna ef þetta hefði ekki verið. Hann náttúrulega bara komin í guðatölu Gran Turismo samfélagsins. Komin í guffatölu. Guffatölu bara til döðadags sem verður samt lengst sem mögulegt í hann. En sko, og það samanber hvað það búið útluta núna mörgum hlutverkum til margra manna til að taka við að keflinu. Ég í útsendingastjórn, þú ert í yfirstjórn, það eru vefsíðustjórn, það eru deildastjórn, verða stýrandi fyrir hverja deild fyrir sig, útsendingastjórar, ef að fara út í það, hvað margir menn að taka við hlutverki eins manns, þetta bara fáránlegt og gerum að vona maðurinn þurfi að fá sína hvíld og sé hugsanlega svolítið búin að brenna í báðar enda kerti, en bara mér langaði einmitt að hafa orða á þessu svona í lokakeppni, ég var búinn að segja mér langaði að tala þetta seinna, en sko Guffi, þú ert bara algjör stórmeistari, þú ert mikla þakki skili og þetta ómetanlegt
óeigingjarnt starf, svo búin inn að hendi síðustu 6 ár. Ég held að allir hérna því sem heima sittið, hvað sem að keppa á þau núna í kvöld, horft á einhvern tímann. Allir segja skál og óska Guffa alls hins besta aldur og ævi og vonum hann komi aftur að spila honum sem fyrst. Alls sjálfsögðu ekki að sama formi eins og hingað til, en auðvitað þetta alltaf eigandi að þessu keppni. Nákvæmlega. Hann er Ecclestone, Íslands. Akkurat. Bernie Ecclestone. Því miður fær hann ekki eins mikið af peningum eins og Bernie Ecclestone. Það væri nú betra. En það eru komnar vonandi einhverjar spár hérna. Þetta ætla að hafa þetta ekki fleiri orðum en Guffa. Við elskuðu öll Guffi og nú skulum við fara kannski að huga að keppninni. Já, skal skipta yfir í leikinn. Guffatölu mitt. Já, ég er aðeins hérna þess að báður hann yfir. Við erum búin að skipta yfir á leikinn. Ég ætla að taka henni yfir. Þetta er svona síðast sénsinn að setja inn spár áður í fer hérna. Ég veit að við erum hérna ennþá fyrir loppíðinu, ég er að gera þetta aðeins viljandi. Já, málega er að núna er enginn að fara að sjá hérna æfingatímana út af því að qualifying byrja. Já, ok, þá ætti ég bara að fara út á braut og látið endilega spárnar rigna inn og við ætlum að henda okkur hérna bara út á braut. Það er náttúrulega ekkert þannig séð og náttúrulega ekkert mikið drama búin að eiga sér stað. Menn eru bara rétt að tikka sér í gegnum átlappinn. Já, hann var nú bara að byrja, þannig að það er nú góðar 7-8 mínútur sem við höfum að spjalla hérna áður eitthvað. Nei, vá, svo er ekki náður að átlappinn. Svo þurfum við að fá einmitt 7-8 mínútur í viðbót til þess að við fáum fyrstu tímana. Þannig að við erum að horfa næstu kortið 20 mínúturnar bara í skemmtilega samveru, skemmtilega spjall og spákomu hérna. Ég vil bara fá spár hérna bara hægri og vinstri. Við höfum já, ekki margt annað en að velja, reyna að bara hafa gaman að kvöldinu og vera saman í tjatinu. Arnar Freyr hérna með spá. Það öllum óverum spá hann Jökli í fyrsta sæti. Hver hefði trúað því? Davíð í öðru sæti og Dimma í þriðja. Og Arnar Freyr. Ari Lindahl, góða kvöldi, allir saman. Kæru vinir. Og svona þetta er lokakeppnin í úrvalsdeildinni og við erum að horfa á það að gullaldartíð Gran Turismo var svolítið svona COVID-árin. Það voru allir heima við sér, þurfti ekki að mæta í vinnuna, allir á Zoom-fundum. Nú eru menn byrjar gamlu keppnir byrjar að slaka aðeins á, ekki vera eins beittir, en sko því líki talent sem eru búin að koma. Jökull, Andri Már, fyrsta deildin. Ólafur Einar, Norsel Broð, Jóhann Ingi, Haukur Ingi, Ari Lyngdal, Ástvaldur, Ársæll, Jóhann Egils Jóhapnu og Siggi Jóhanns Jóhapnu. Bara, vonandi sé ekki að móðga neitt. En sko þvílíkt talent sem er á leiðinu upp, það er ekkert nema björt framtíð í GTS samfélaginu framöndan að mínu mati og bara mikið tillökun. Guffi er að henda keppninni yfir til næstu manna og það er bara gott og vel. Við bara höldum vel á spilunum og gerum þetta bara saman, myndabrag og stækkum samfélagið. Ari Lyngdal segir, þetta verður ekki Jökull Ingi Andri. Ekki Jökull. Já. Verður þetta ekki? Jú, verður þetta ekki. En þetta var ekki spurningamerki þegar vantaði hana hjá hann Mara. Þannig að spurja fólk, Jökull Ingi Andri. Já, það er spáin hans. Já, ég veit það, ég er bara aðeins að agnúast yfir þessari framsendingu. En hann náttúrulega, já, sem segir Jökull Ingi og Aggi, hann leiðréttir það sem hann náttúrulega Andri er ekki í kvöld. Einmitt. Já, Jökull Ingi, Aggi. Aggi án svolítið inni, mér finnst svolítið hann hafi, ég veit alveg fyrir víst, hann hefur haft hraða. Hann er náttúrulega í MS æfingabúðunum. Já, ég var alltaf að fara varlega, ég er alltaf að segja sko, hann að Two Racing Brothers, TRB. Ég hef stundum víxlað, ég veit hvað stendur fyrir sko, Two Racing Brothers eða Two Brothers Racing. En það hljómar eins og tennis og badminton samband Reykjavíkur. Ég veit að það færi tökunar á Inga. Hann er að fara varlega í kvöld með það. Ég mun nú alltaf vita hvað stendur fyrir, ég er bara svona, ég fljótverðnist sagt eitthvað vitlaust.
Já, ég ætla að klára þessa Magnar og hann búinn að vera að mínu mati, ég veit hann haft tíma og bara svolítið verið óöppin, hann ég segi nú ekki, hann enginn áttur að fallættu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hann í 7, 8, 9, 10, hann í 10. sæti, Signi það líklega sjó en ég veit að hann vill fara að herra og hann alltaf að keyra fyrir, já, það ágætt að rúla líka bara yfir styrktaraðalana. Hérna höfum við Magnús Ingólfsson, hann að keyra fyrir, þetta ekki Tasty Racing, það ekki rétt muni hefur? Nei, Misfit. Já, Misfit, afsakið Magnús, Misfit mitt. Kári, þannig að kemur Kári, 2 Íslandsmeistari, hann að keyra fyrir Tasty Racing. Það rétt. Diego líka keyra fyrir Tasty. Þetta orðið kunnulegt lifir í að bílunum flott. Ég segi sjálfur frá, ég hef ekkert með að gera. Ingi, Racing Brothers og MS Bjóku Samsalan. Þar á ferð, Magnús Arnarsson, það Kaldi. Það ætti nú ekki að fara milli mála. Fínasti bjór, óafengur. Ingi á ferðum yfir Hannes, hann líka keyrir fyrir Kalda. Þetta er mikið þakklæti til allra auglýsingaaðila og sponsora skulum við segja fyrir að vera að taka þátt í svo með okkur. Jökull, það óþarf að kynna hennar mann til leiks, hann virðist nú vera með hennar Gold Livery, hann á það skilið, hann með gulli. Já, hann komið með gulli. Já, það er bara flott. Veitu hvað gerist þarna? Herri, já, ok. Ég veist að skipta undir skjáa, það var einu sem gerist, ég ætla að fara þá bara niður línuna, hérna fyrir við dimma. Hann á möstunni sinni, vælandi möstunni eins og Samuel að keyra fyrir Lavasjó, eins og við vitum á appelsínugulu litnum. Þetta er svolítið skemmtilegur bíl, þó að hljóðið, það er misjafnar skoðanir þetta hljóð. Já. Davíð Rúnar, Tasty, þetta já, ég er svolítið hrifinn af þessu racing Tasty livery, skulum við segja, litríkt og samt svolítið svona íðalegt kappaksturs race look. Doddi, hann er á tautunni sinni, hann er að keyra fyrir Misfit, held ég alveg örugglega. Jú, hann er að keyra fyrir Misfit. Og Agnar, ég held ég sem klárað á hringinn með styrktaraðala. Menn eru svolítið svona að klára þegar sumir að klára bara sem fyrsta outlapp. Eða semst, já, það er enginn langt í að ennþá 7 mínútur að fyrstu tímar frá þetta. Þessi, það er kannski verðt að taka fram, þetta er one shot quali. Já, þetta er svoleiðis, þannig að það basically þýðir út af því bara þetta er 20 mínútur sem þeir hafa og það er bara nægur tími fyrir einn outlapp og einn hraðan hring. Þú hefur ekki meiri tíma. Já, það er 2. Já, það var nú einhverja vangaldur hvort þú gæti kreist inn 3. hring. Það kemur það bara ljós. Ég menn ekki að fara að vangaldast eða gera starffræðinni hérna í beinni. Það kemur þá bara ljós en. Já, sko við vorum að sjá það. En núna erum við að sjá það eru 8 mínútur búnar. Já, það er enginn komin í, nei, þá er það líka ekki að fara nást. Allir ennþá á outlapp og 8 mínútur búnar af tímatökum. Jökull er fremstur í tímatökunum, það er nú þá 8, þá svo er það pluss 2. Nei, hann er því aldrei, 8, það er 24, ég veit að það verður 2 bætt við. Já, það bara er ekki nægur tími. Þetta er eiginlega bara one shot, ef þess Jökull gerir núna eitthvað mistök á þessum hring, þá er það bara að kosta sæti og það er engin annar séns. Það er nákvæmlega þannig. Sitja bara inni hjá honum hérna. Já, mér finnst alltaf leið, það er gaman að sjá, sérstaklega fyrir þá sem eru að keppa á morgun og hinn, sjá gírarnar, hvernig að taka beigunar, bremsunar. Þetta er kennslustund fyrir okkur hinna. Það er enginn búinn að eiga roð í þennan mann í vetur. Sérstaklega eftir áramót, gjörsamlega skilið alla eftir í ríkinu. Já, það er svolítið svoleiðis. Já. Það var svolítið svona
svipaður og dimmi en núna eins og fyrir áramót. Það var svona sinn eigin versti óvinnur eins og þú orðar þetta. Já, hann var náttúrulega, hann var reyndar bara svona pínu, þá var það meira að hann var svona aðeins og ákveðinn að taka fram úr. Já. Það var að bíða til tækifæri, hann var svona að kreista tækifæri. Já, en hann alveg búinn að taka sig á núna og bara orðinn sennilega bara besti ökumaður sem GTS Iceland hefur séð, sko. Ég ætla kannski ekki alveg fullir það en eins og þú segir sennilega en örugglega ekki langt frá því. Já, það erfitt að rífast það. Við segjum það líka að sko, keppendahópurinn er alltaf stærri og stærri. Þannig að má segja að það þarf meiri og meiri hæfileika til að skara fram úr. Fleiri keppendur eru. Já, akkurat. Þarna hefur ekki mjög erfitt að fara og snemma í finna gír þetta flatt átt. Tóku glöggir áhörundur eftir því að við fórum af kappakstursbrautinni og yfir á gömlu brautinni, yfir á slaufuna sjálfa. Já, þetta var einu sinni í Formule 1-braut. Believe it or not, sko. Já. Afsakið slettunar. Þetta var í Formule 1-braut. Lykillinn á þessu kafla og þessari gömlu braut slaufunni er sem sagt að nýta breiddina á brautinni. Eins og virðist að vera lítil, þá þarf maður samt að vera djarfur að þið sjá líka alltaf halla í brautunum. Já. Eins og þarna þú verður að ná að nota þér, fara rétt inn í beinar. Þú líka nikkast á bremsunum til að breyta miðpunktunum í bílnum. Þú ert að svona miðpunkta tilfærslur á þyngd bílsins, hvað bílinn að leita og nikkar hann oft inn í þessar beigur, inn í hallan, þá nærðu að halda oft ótrúlegu hraða í gegnum sko beigu sem, þú veist, ef þú gerir þetta ekki rétt, þá ertu bara að fara út af. Já. Þetta er að mínum að þetta bara mín uppáhaldsbraut. Já, það ég elska þessa braut en ég er ekki alveg að elska hana núna því að hún er svo löng, það er margar beigur að læra og mastera. 15 hringir langur tími núna er spurt þegar við erum að fara að keppa í 2 tíma í kvöld. Svarunum Tickmick, þetta er einhver sem ég á að þekkja. Já, 2 stunda klukkustundakefni. Hann er að keyra þetta alveg flekklaust hann jökullina. Já, það er nú ekki við að búast, herra, það er eitthvað samlagsleysi held í mekknum hennar. En það er ekki við að búast. Og ekki við að búast heldur við eigum við einhverja tæknilega örðuleika að stríða. Já. Þannig að maður að vera, vá. Það verður svolítið. Já, hann hefur náttúrulega út að vera of djarfur á fljóturargjöfina. Finn ég fyrst að gera þarna, það hefði ekki með áhugavert. Nei, herri, ég var inn í þessa beygju, nei, það er ekkert áhugavert það. Ég var rúglast við þessa beygju, en þetta fyrir ekki inn í fyrst, hann fyrir kannski líklega bara niður þriðja þarna. Hann fyrir í annan og svo fljótt upp í þriðja, já. Nikkur hann í annan, fljótt upp í þriðja. Og ég kunni að segja hvað hann var að gera, þá er ekki alveg svona, það er fjarrið því lagi að ég kunni að gera eins og hann. Ég vona að taka þessu ekki sem einhver bessiristi hérna, þetta er bara, ég veit alveg hvað þarf að gera en að framkvæma, það er listinn. Það er listinn sem enginn er betri en Jökull í á þessu tímabili að minnsta kosti. Það er þessi menn sem ég var að kalla á áðan. Það er alltaf að kalla á því, þetta er bara ákall að veita honum Jökli samkeppni því að mínum mati hafi allir hraðan við að gera flotta hluti. Það er Andri Már, Ólafur Einar, Jóhann Ingi, Haukur Ingi, Ari Lyngdal, Ásvaldur Ársæll, Jóhann Egils og Siggi Jóns. Við bara gefum öllum sénsina í nærtöldum nýliðunum sem að gera flotta hluti. Ég er bara vonast eftir sko fáránlega skemmtileg keppnum á næsta ári, keppnisári. Það verður bara mikið tilkunn hjá mér að vera að taka þátt í því að fylgjast með því. Já, algjörlega. Maður er strax orðið spenntur fyrir að sjá hvað gerist í fyrstu deildinni og hverjir fara upp og ég held að verði nefnilega alveg hörkuslagur í fyrstu deildinni á næsta ári. Já, og úrvals. Já, það fann bara 3 upp. En já, það verður bara, þetta er bara til okkur. Já, Guffi Jökull smooth operator. Það er nú heldur betur orðum sannara. Það er bara unnur fyrir hann, ég held að svona flestir sem horfa og eru keppendur. Þannig að ég held að við höfum bara allir gaman að aðeins að fylgjast með hvernig á að gera þetta.
kvartið þá bara. Ég ætla að leyfa mér að halda þessu aðeins til að hanga hérna. Þetta er ná gull livery, verðskuldað. Já, algjörlega. Og verðskuldað. Já. Úrvalsdeildin verður mitt líka geggjuð á næstu. Já, og fyrsta og svo tala ekki með menni sem við opnum ná að vinna sinni opnu slottum í tíma að tökum upp. Það er spennandi hópur að stíga upp, það er spennandi tíma framöndan og guðum að vita hvað menn eru hérna á kantinum fylgjast með, við vitum ekki af. Það sé ekki hvað Jökull var fyrir 1 ári síðan. Þannig að það er bara aldrei, þetta er svo vel gert maður. Drengur, góður, þetta er. Þannig að að þræða, sko, nálaraugað, það veist betur en bara allir aðrir. Allan þessi tímabili, það er nokkuð ljóst. Þetta er bara unum að horfa á hann fara í gegnum með þetta zigzag, Ingimar stemmar hvað, sko. Nákvæmlega. Hann er á beina kaflanum og það er sko næstu í mínúta eftir að hringnum, sko. Ég segi hvað líka bara búið slitla milli hans og næsta manns og aftan. Ef við horfum bara á litla korti. Ég held að hann sé að skilja eftir Hannes. Við getum farið bara svo niður brautina þegar hann fyrir í markið. Við rúlum alltaf þá bara tilbaka og getum fylgstu hverju bíl og fætur öðru farið í markið. Sjá hver enda. Hann er að fara 8-0, hvað? 3? 1, 2. Já, þetta er rosalegu tími. Þetta er rosalegu tími. Hannes. Hvað gerir Hannes? Það er að fara út úr bílunum kannski samt. Hannes enginn. 18:07. Við vitum ekkert hvort að hinir hafa lent í einhverju. Ingi, nei, það við ekki það. Þetta verður okkur ljós. Við fengjumst bara með tímaánum. Koma hérna. Magnús Árna. Ingi fór fyrir ofan hann. Já. Diego kom hérna. Ingi, hann er. Já, Diego, veðgætt hjá Diego. Herru, auðvitað koma hérna einhver örleikar. Heyrist í mér? Já, afsakið. Það heyrist vel í þér. Já, ok. Hérna, sjá hvað Magnús Ingólfs gerir. Og Agnar. 7. Dotti með skemmt á dekkinu hjá sér. Er þetta allir þá? Nei, það er einhver hérna. Timmi, sjá hvað Timmi gerir. Og Davíð Rúnar, var hann kannski líka að hann er að klára? Það fyrir annarsæti. Og hvað gerir Timmi? Já. Held að sé það síðasti á braut. Hvað gerir? Hann er vel frá tímanum hans. Hann er 7. En sjáu þið samt 7. sæti. Farðu fyrir mér neðsta sæti. Þetta er daginn aðeins. Ekki með þess á neðsta sæti. Og hérna. Mér langar að sjá hversu miklu munar. 12 sekúndur frá efsta í fyrsta og 3,6 úr fyrsta í annað. Það er rosalegur munur, maður. Diego 3. hérna, Hannes 4. Ingi 5. Timmi 7. Magnús Árna 7. Kári 8. Dotti 9. Agnar 10. og Maggi Ingólfs 11. Og þá erum við bara í rauninni að bíða eftir klukkunni. Það er mínúta pluss viðbótartími eftir af tímatökum en sýnist enginn muni ná að klára hring
Ég hef ekki miklu trú á því. Sérstaklega það sem að flestir eru bara að stoppa brautinni að bíða. Eða þá komnir í pit. Dimmi hérna með smá hérna donuts handa okkur. Það heyrði ég nú í einhverjum öðrum vera... Nei, heyrði, sjáu þetta. Tveir saman hérna. Af hverju næ ég ekki saman sjónarhornið á hann? Davíð heldur áfram að keyra. Já, Doddi hérna. Gefa okkur smá hérna reiksýningu á Subrunni. Hér erum við bara að drepa tímann, velkomin aftur. Já, takk fyrir. Doddi, já, með smá kleinurhyggja sýningu. Þykmik, það sem er að gerast er bara að við erum að bíða eftir að tímatökur eru búnar. Það næri enginn að taka annan hring, það er ekki tími til þess. Ef allir farið í pit, þá er það bara að klárast það. Er það? Já, já. Já, ok. You have left the room. Já, hann var að tala um þetta í spjallinu þarna. Þegar við skoðum chatið. Þá þurfum við að fara í exit. Og þá sjáum við hérna chatið. Og hann þurfti eitthvað að skreppa. Já, já. Hann er kominn aftur. Þannig að... Það þurfa að handraða hann minni. Ef fer þá. Já, hann er sér bara það. Já. Dimmi byrjar að spála líka. Dimmi, menn fara bara í pit. Þá byrjar alltaf tíu bara, maður byrjar alltaf bara að kemna fyrr. Menn það má alveg senda bara skilaboð, allir í pit. Ég held að Doddi fari ekki í pit fyrir að nokkuð tíminn klárast eða dekkin hans klárast. Já, bara svona leið kannski að bíða og þá leiði 10 mínútur hérna fyrir þá sem er heima sitja. Bara þú getur skrifað skilaboð þannig bara allir í pit. Já, það eru 20 sekundur eftir. Það er alltaf svo sannarlega að nota sér það Doddi að taka hérna Driftmaster titilinn. Kannski hann æfa sig að vera svolítið notuðum dekkjum. Svona, þá væntanlega gerir Hannes núna cancel á keppnina og raðar síðan upp eftir spurningum við kíkjum hérna á results. Bara að eiga þetta til hérna. En datt ég og ég man ekki í hvað sett hann endi í raun og veru í tímatökunum sjálfum sjáu þau sko. Við skulum bara horfa á þetta. Þannig Jökull með 3,6 sekúndur hraðar hring en Davíð Rúnar. Davíð Rúnar er líka með talsvert forskot svona venjulegu degi í 1,5 sekúndu. Og svo aðeins verið jafnara en sko 8. til 1. seti sem við talum á hann sko, þetta eru 9 sekúndur.
ef hún það krysta fram svona mikið mun þá þetta bara soft dekkja reis ef ekki bara vonast eftir regni. Já. Ef við taka Jónægi á þetta og vonast eftir rigningu. Guffi og Jónægi. Já, ég meina það þarf að endurstilla brautina, hvað sem Já, Handrað segir Guffi hvort veðrinu resettað. Ég var nefnilega aldrei skilja það. Hvort þetta bara rúlar ekki áfram. Það vegna þess að á keppnum sem getur verið rigning, þá lobbyið stilt þannig að það geti ekki komið rigning í tímatökum. Já, ok. Og ef við myndum halda því áfram þá myndi aldrei koma rigning bara í keppninum. Þannig að núna þarf bara að restarta þessu. Ok, ég skil það svona með bara mjög vel. Ég haf aldrei bara haft þetta almennilega útskýrt. Í raunveruleikanum þá þetta bara eins og það Já. Og það bara, menn má ekki bitna á þessi fara fyrr út að kemur rigning seinna en í raunveruleikanum gerist það. Já, en sem betur fer Við erum náttúrulega ekki raunveruleikanum, við erum sýndarveruleikanum. Við getum gert þetta bara keppt hérna úr stofunni hjá okkur, þannig að það Vissulega. Það ekkert að gera það í raunveruleikanum. Nei. Það vantilega bara, það Ragnar komin út af braut, það allir búin að komast sér út af braut vantabítu. Nú bara 10 keppendur. Diego hann með. Davíð Rúnar á bara eftir að gera enn. Davíð Rúnar hann, já, hann var ekki hann á listanum, hann hefur neðan bara, hann smástund. Þarna datt hann inn. En miðað við kortið þá ekki mikið mikla líkur á rigningu, ætla ég að segja. Ekki mikla líkur á rigningu. Já, ekki mikla líkur á órigningu. Já. Býtu, practice taking place, já. Það 29 segir hérna Hannes keppnisstjóri í kvöld. Það 3 mínútur í það. Þetta hefur nú verið svolítið einstakt tímabil. Ég hef aldrei séð svona mikla yfirburði á keppenda eins og við erum búin að upplifa núna með jökli. Ég man því ég var að byrja í þessu. Þá var Hannes og Eva, þau voru saman í liði og þau sýndu þá fáta með yfirburði. Þá mátti á þeim tíma vera að túna bílinn. Við fjöllum frá því þar sem það virtist túnirinn, að hafa upplýsingu hvernig það væri best að túna bíla var það sem skipti mestu máli. Og fjöllum frá því og þau sýndu þá fáta með yfirburði og sem lið, en Hannes sagði það betur og var Íslandsmeistari, Eva fyrrverandi Íslandsmeistari. Kári 2-faldur fyrrverandi Íslandsmeistari og svona þetta búin að vera mjög gaman raunveru þó ég sé ekki búin að vera mikið, ég er búin að vera í 3 ár keppandi. Hvað mikið hefur breyst og margt hefur breyst og það búin að þurfa að fíntúna dekkjaslit, það búið að fíntúna bensíneyðslu svo þetta býr til strategíu möguleika. Það var ekki mikið það á tímabili. Það var bara eitt strat sem kom til greina og allir gerðu það sama. Og líka leikurinn, við höfum oft verið að deila það og menn skipta skoðanir hversu vel leikurinn hefur þróast. Það komin 2 ár, hefði ekki cirka síðan leikurinn kom út, ef maður rétt. Og hann hefur bara verið að þróast hennis betra. Já. Þetta að minnst bílayfirburði sem áttu þessu stað líka, ég var að byrja í þessu leik, það var bara annarkvæmt vastu bara á OP bílnum. Hann var OP bara alltaf. Já. Þetta var daily races, bara nefndu það, hann var alltaf OP bílnum, það var sem sagt gizmóin. En núna sjáum við bara á braut í kvöld listan, það erum með Mercedes, við erum með BMW, við erum með Nissan, McLaren, Mazda, RC, ekki Toyota, RCF. Lexus, einmitt flott, þú skilur við, sérðu. Já. Og svo erum við Peugeot og svo erum við Toyota og McLaren og Toyota. Þetta miðst þetta æðislegt. Já. Það svo gaman að menn geta beisla styrkleika hvers bíl fyrir sig og verið samkeppnishæfur. En núna ætti keppnin að fara að byrja. Já, við bara Bring wetsuit, we are the diving, segir Dimmi. Já, hann undirbúinn undir rigningu. Já, sjáum gott að sé hvað að breytast í spilunum. En við þurfum að bíða sjáum við teljar hann uppi. Hann sýnir hvernig 60 mínútur síðan, hvernig 30 mínútur síðan. Það ekkert að færast neitt þar. Ég ætla bara að fara út úr þessu. Ég nú eitthvað að detta út
Halló, Ég held að þetta sé bara eitthvað sem þú ert að heyra, það er allan að þú ert ekki að detta út. Já, þá ok, þá er þetta bara eitthvað svona snúru vandamál þegar að stíða aðeins svona hristi upp í snúrunni. Já. Ok, gott að blessa, gott að vita það. Heyrðu, ok, við erum Þá er þetta að fara að byrja. Já, við leiðum það möguleiki Að byrja, Quit? no. Nei. Ekki leifa. Já, akkurat. Já, hérna kemur það. Hérna kemur þetta. Við erum bara komnir hérna. Ég ætla að fara aftur eins og ég ger alltaf 3. sæti. Ná, maður það fengst mig fyrir aftan og framann. Og lokakeppnin er að fara af stað. Vorið 24. Let's go! Ingi, virðist það gott start? Eða hvað? Já. Það er verið beint í varnarlínu. Og það er hægt að vera hann auðvitaðverðu. Það verður einhverja svona ítingar. Og já, þarna og... Þetta er einmitt alveg rosaleg byrjun á keppni að fara beint í þessar 2 kröppu Það er svo krúsjál að vera. Það er eiginlega ekki hægt að taka fram úr á beinu köflunum nema örfáum stöðum. Út fastu fyrir aftan næsta bíl í 5-6 km. Nema reynur keppandinn fram að gera mistök. Þannig að þarna er baráttan. Hérna verður baráttan. Herri, ég ætla líka að rúlla við það af hverju menn eru að byrja hörðum. Það er hérna medium, Rúnar og Hart, Diego. Já, Ingi er örugglega veg á, nei, herri, Ingi er á medium. Herri, Diego, hann var í 3. sæti áðan. Já. Og er í 4. Hann er Hart. Hægst eitthvað aðeins. Hann er Hart, ég veit ekki hvernig er Hart. Það er máli, já. Dimmi hann á soft. Hann er soft, auðvitað er hann soft. Það er einu að vita að byrja soft. Þetta að tellja sem mest í byrjun. Sorry, að mínu mati. Hann er svo Hart. Já, þetta er sko, vildi að tellja sem mest í þögun í byrjun. Þetta er mest krúsjál kaflinn að mínu mati svona gróft á litið í allri keppni. Það er að taka fram úr þegar komin inn í skóginn. Já. Herru, og sjáum hérna Dimmi. Dimmi hérna. Hann er á soft. Diego að taka fram úr honum aftur? Nei, Diego er að halda stöðunni sinni. Hann er á Hart. Já, er ég að rugglast á... Diego byrjaði 3 og Dimmi er búinn að taka hvað hann var. Dimmi var komið fram úr honum aðan? Já, það var hann í jöfnu, þeir voru drag race. Það var svoleiðis? Já. Diego byrjaði 3. Já, ég var komið svo illt í hausinn af gleraugunum hann að ég tók af mér. Ég sé ekki nóga vel hérna. Herru, kíkjum aðeins svo sjá hvað er að gerast hérna. Ingi, það er hún Hart. Ingi er á medium. Þetta á Ingi að láta telja. Ég reikna með því. Það er svolítið rosalega erfitt að taka fram úr á hugsaðu núna. En núna hefst beinn kafli. Hann ætti á betra gripi. Ok, þú vilt að segja það. Kemur bara ljós. En það er sénsinn á betra gripi út. Og áttu hugsaðlega að ná betri endarhraða. Sjá hvað setur. Horfum aðeins á þetta. Hérna er séns fyrir Inga. Dimmi líka bara alveg í kjölsóðinu á Diego. Þarna fyrir aftan. Dimmi komið fram úr Diego. Já, Dimmi komið fram úr. Hannes á Hart. Hannes á Hart, já. Sjáum hvernig að Kári rennur hans niður töfluna bara á augnablik. Hart. Dotti á Hart. Hart. Já, það kemur mikið óvart. Þetta kemur mikið óvart. Því þetta verður að mínu mati mestmegnis soft race. En hérna erum við Hart og medium keppni og Ingi er hann að láta þetta stikka. Hei. Dimmur og soft, hann er eins og byrja á soft. Við erum með allir eru á medium er Jökull. Ingi er á medium, þetta er náttúrulega liðsfélagar á sömu strategíu. Dæfurinn á Hart, Dimmi á soft. Ingi að reyna að komast fram úr allstað. Já, það hann er sjálfsög. Þetta er að kosta hann svolítið, núna er Dimmi bara að verða búinn að ná þeim báðum. Já, hann er komin í slipinn, sjáum það. Diego, það er náttúrulega að græða allir á því ef menn fara að slástur fram á sig. Algjörlega. Horfum hérna að setja á Inga, við getum haft svona báða aðalega, verður að hafa augun á bæði á Dimma og Djavi, Rúnari og hugsalega Diego hann líka, hann er náttúrulega að græða á því þó að sé á hörðudekkjum.
tala hann að fyrir þessa keppni þá væri nú aðra keppni væri milli Davíðs og Inga Þórs og það nú bara strax búinn að Ingi náði betra eftir þarna hlið í hlið. Enda mýkra gúmmíi, en það vinstri beygja og svo hægri. Já, hann verður með ytri línuna. Hann núna, innri, já. Já. Vel gert hjá Inga. En það þýðir að Herru, og Dimmi kom með líka, líka. Það kemur, eða hvað? Vá, sjá þetta sjónarhald, þetta æðislegt. Davíð með kjölsóið og Dimmi með kjölsóið og Davíð, vá. Og svo kemur hérna hnikku til vinstri, ekki alveg strax. Vá. Það alveg svona suicide. Og hann fer að tröðu sér hann á innri línu. Nei, mærið ekki alveg. Það suicide hérna, nú ekki vinstri hnikkurinn. Það ekki hægt að gera tveir hérna í einu. Það alveg á max hraða. Dimmi býður bara álitar. Ég held að Dimmi, hann ætti að vera hann hlýtur að vera pínu meðvitaður það, hann sé á betra gúmmí en Davíð. Hann sé hvað Ingi gerði og hann það bara Ingi gerði, ekki Ingi gerði. Hann spyr hann Jóhann Ingi hvort það sé ekkert replay í kvöld en það því miður ekki í boði í kvöld þar sem við höfum mikið lyklaborð tengda við PlayStation töluna. Þetta verður gerð bragabót á þessu næstu tímabili, þetta var einhvern veginn bara yfirsjón hjá okkur. Ekkert við því að gera. Það sjáum við hvað Ingi bara byrjaðar að stinga núna á medium-dekkinu hans Já, og Ingi og Jökull á medium, Davíð að halda aftur á Dimma. Þetta meiri munur, þetta soft og hard. En hvernig líður dekkinum? Já, þeir eru alveg enda góðir. Já, soft ekki duga alveg vel 2 hringi. Jafnvel 3 og það fer vel, en við núna Dimmi á fullu tank að slást, þannig að þetta hefur 2 hringja stint hjá Dimma. Já. En hann þarf alltaf helst að láta að telja með að ná fram úr Davíð Rúnari, sem allar fyrst og þeir núna... Já, og búa til svona bil. Já, það telur ekki að vera fyrir aftan harddeck á soft. Það áttu bara kostaði pitstop umfram harddekkin. Þetta þekkjum allir, þetta ný og gömul saga. Við erum ekkert að fara í gegnum það. Þarna mjög svona hraður kafli hérna. Að fara svo inn í karusellið. Ég man þetta svona rétt, þannig að koma frálega. Það hægri beygja og svo vinstri og svo karusell. Arnar Freyr segir að hann væri löngu búinn að keyra á þessari baráttu og það einmitt það sem að úrvalsdeildar ökumenn þurfa að passa sig svo rosalega á því að þeir geta fengið skemmtir við það og þeir sitja uppi með skemmtirnar. Þú þurfa að slæsa þig út í gras og snerta eitthvað hlið. Þá ætti bara komið varlega skemmt og það kostaði pinnstál. Nei, þetta alveg að tala um þetta flott að gerast. Slappi skemmt en misti þarna 2 sæti. Nei, hann misti ekki 2 sæti en... Jú, 1. Það misti 1 sæti, já. Hann var skottinn á Davíð. Diego fyrir út af. Hann fengi tilbaka strax. Og Diego kom með skemmt. Og Diego með skemmt. Akkur þessu tölum. Þetta flott að gerast. Og þetta þýðir, hann með skemmt bæði á downforceinu að framann og á öðru hjólinu. Hann er með skakkt stýri og... Kannski fer hann bara inn, hann bara búinn með harddekkin. Kannski alltaf bara taka einn harddekk. En þetta hægir á honum að beinakaflanum. Það verður auðveldara fyrir hinn og fyrir aftan hann að taka Kári ætti að taka bara núna. Mér síðist Kári að gera það. Já. Huggan alveg sæmilega góður bíl sko. Það ekkert af hann að tekið. Hann svona góður í öllu. Ekki bestur en einu. Diego líka. Magnús Árnaður, hann líka fara að taka hann. Þetta alveg double. Nei, hann ekki að taka hann. Það alveg seint á þessu það sem fikk sem hvort að Diego fari ekki alveg örugglega í pitt. Pitturinn ekki þannig, þetta bara fyrir sleifuna. Það annar pittur, hann tekur hægri það núna. Já, hann fer í pitt. Já. En þá, þetta rauninni sjálfsagt ekkert endilega eitthvað heimsendir. Nei, alls ekki, fyrst hann í rauninni búinn að kasta hörðudekkinum og þar í rauninni ekki að fara aftur á hörðudekkin. Og þá staðurinn óbreytt á milli Davíðs og Dimma, nema að Dimmi náttúrulega hann þarf að vinna 3 sekúndur núna, staðan fyrir að vera í skottinu. Hvernig gengur Ingi á móti Jökli? Við sjáum að hann 17 sekúndur. Sekúndur hann á milli. Hann bara með 6 sekúndur hraðar hring, hann Jökull. Það enda ekki marka, Ingi var í baráttu. Já, var mikil í baráttu. Og Davíð Rúnar Davíð Rúnar að halda góðu bílum yfir það að hann á harddekjum. Já, nei sko, það er náttúrulega Dimmi fór út af á hann. En ég ætlaði að segja það var 3,1 sekúnda fyrir 2 beygum síðan. Já. Þannig að munurinn hard og soft. Sjáu, sérðu, þetta bara hrynur niður hérna í beinni útsendingu.
Hannes er ekkert að fara að ná honum dimma, hann er náttúrulega hard. Ég ætla bara að sjá hvernig dimma hérna, setja þessi ból, sjá hvernig dimma minnum vegna. Það er alltaf best að ná að taka fram úr, Amit á hérna Grand Prix prakkanum, kapparsbrautinni. Ég verð að lækka þessi í þessu maður. Það er alveg ærandi hljóð í þessari mestum. Þetta tók hann. Þetta er ekki nóg, en hann verður komið í skotti á hann þegar þau koma aftur inn á slaufuna. Norðsleifi og dekkin eru alveg nóg eftir hjá hann dimma, það er þá vinstra aftur dekki, það er búið kannski 54% eftir. Það er nú helst einmitt sko eftir hérna beigkafli sem byrja núna og svo kemur náttúrulega langur hérna beitkafli með náttúrulega smá hnykkjum. Það er besti kafli myndi ég segja svona fyrri partinum af slaufulutunum að taka fram. Við sjáum hvað setur. Þarna fyrir nú 0,2 og það gerir svolítið sama hérna á þessu kafla. Finnir í eina. Og sama hérna, fyrir hægt að fara allan 0,1, jafnvel 2. Hann er að stilla þessu upp hérna, komast í draftið, svo missar hann græðan allan 0,1 hérna á hröðu hægri, allir að spá. Og þá gæti að vera komið með svolítið momentum. Að sló af, hann á ekki þurfa að slá á soft. Hann misti þarna, þetta var ekki nógu gott að mínum viti. Gæti verið muninn á vindáttinni líka sko. Já, vind og mótátt, þetta er alltaf sko harddekkjum, þá þarf það að slá af mediumdekk með rétt aðeins, soft átti ekki að færa hann flatt átt. Hann hafði ekki hugrekki í það. Það leðandi náði hann ekki fyrir núna á þessu kafla. Ég var að geta þess líkur að hann hefði hugsanlega framræðast tækifæri. Þetta er smá kafli, hann er stuttur til þess að ná fram úr. Svo kemur bara kafli þar sem er bara bíl fyrir einn bíl. Í svolítið daggóðan tíma. Fá bara að þolinmæði, passa þess að láta ekki skítugt loft vera að spila fyrir þér. Hann er séns. Skjóta sér hraðar út. Þetta er bara svo stuttur kafli. Já, BMA fyrir stór. Hann er bara heldur ekkert amanlegur. Er þetta að gerast þarna? Vá. Ég ætla að segja hann að það var að tróða. Hann er að reyna að trufla. Þetta er nefnilega svo háir kantar hérna. Þetta er háir kantar þessar braut. Þetta er ekki svo að fara yfir Apex sem vanir að sjá. Og kíkja aðeins inn út. Ef að skoða annars þar á brautinni. Já, kíkjum hvort það sé einhverju aðra baráttur. Hannes, það er 2 sekúndur hérna milli Kára og Hannesar 1,32. Já. Það er nú, hérna er nú komin að 3 bíla lest, þar verðsvirði aðeins að fylgjast með því. Hvort það sé að myndast einhver spenna þannig. Þetta er allt hard menn. Ef ég reiknar skjaldast ekki. Það sé hard dekkjum. Ef við sjáum aðeins hvað Diego var að koma út. Hann er komin á, hann fór á soft. Hann var með skemmd á hann. Þá hefur Magnús Ingolfs líka farið inn. Já, lítur út fyrir það. Já. Hefur kannski fengið einhverju skemmt líka. Já. Gott og blessað. Förum aftur aðeins inn í keppnina. Við höldum okkur bara í miðbílum í þessu 3 bíla lest og sjáum við svona hvernig delta er að þróast á milli þeirra. Það er svona engin vera samt í yfirtökufæri. Þeir eru að taka hérna sama kafla og dimmi og heyrðu, ráðum við sjá. Sjáðu. Þetta er, afsakið þetta, ég sá hérna að... Já, dimmi komið fram út afurunari. Já, það var búinn að vera stættaskipti. Hann náðum því ekki. Það er exitið hérna út á langa kaflan upp fjallið hefur verið það sem taldi. Það er gripið. Dimmi er sá sko náttúrulega... Hann er líklega að fara í pittin á þessu ring. Já, hann fyrir pitt eftir þennan ringu, bara hversu mikið bil nær hann að búa til áður en hann kemur á beinakaflanum. Það er það sem skiptir máli. Já, en við erum líka að hugsa til lengri tíma litið. Já, en sko ef hann nær bilinu í meira heldur en sekundu þegar hann er að koma að beinakaflanum, þá er Davíð ekki að fara að ná honum. Nei, ég ætla að leyfa mér að fullera það er ekki að fara að gerast.
Dimmi búinn að langt hraðari, hann var 3 sekúndum eftir Davíð Rúnari þegar hringurinn byrjaði. Komið upp í sekúndur núna bilið. Já, hverri beygju þá var þetta 0,1 til 0,2, hver einustu beygju. Þráttur eru að slitnum soft og eru bara það hraðari en hörðutekinn. Þannig sér hvaða mikilvægt að taka fram úr sem fyrstir og ert á mýkri dekkjum út af því að Dimmi, þarna fór sjóverið maður, vá. Það er samt erfitt að taka fram úr, það er bara þannig. Já, það er það. En þetta er svolítið sorgarsaga sem við erum hort á upp á þessu vortíðanbelli. Dimmi hefur haft hraðan. En við erum svolítið sjálfsögum vestur. Það er bara því miður þá erum við að horfa upp á enn eitt slíkt tilfelli. Og núna er þetta eiginlega búið stóðst við. Ef Dimmi nær að halda aftur af Davíð Rúnari, þá er það bara heldur vel gert. Já. Þegar kannski mikið er dekkin versus soft. Já, núna það Davíð... Yellow flag! Og Ingi, er Ingi farin út af? Ingi, hvar ertu? Ingi farin út af! Hann er með skemmt framan og aftan. Vá, hann er komaður! Ég get svarið að þeir eru bara að gefa Davíð annað sætið þetta. Þetta er bara frábært. Það er verið að þjappa pakkan fyrir okkur þá sem heimur sitja. Það hafa verið spenni í þessu. Það er mikið skemmtilega að hafa svona marga í mynd. Vá! Núna kemur, vittu nú við. Já, vá, Ingi er svo mikið skemmtur. Hann næri ekki svona, Já, fændi í þessu. Hann er komin inn í 4. sæti. Hann var í góðri stöðu í öðru sæti aðan. Og Davíð Rúnar, hann er komin í annað. Ok. Það gæti orðið verið fyrir Dimma. Dimmi og Davíð fengu hann að gefa sæti á Inga. Jesus, þetta er alveg draumastað fyrir Davíð Rúnar. Þetta er nú bara að sjá þetta. Það er maður sem er að eilgita. Það er bara aftast og fremsti maðurinn. Ef ég væri Davíð Rúnar þá myndi ég fara inn í pit núna líka til þess að henda hörðudekkinu. Það er eftir hvernig hann hugsaði taktíkinu sína. Það er svo spýtað að byrja hart. Ég náttúrulega veit ekki að það eru klukkutími og 45 mínútur eftir að keppninni. Við erum það stórundarleg taktík að byrja hart. Hann heldur áfram. Já, þú væri ekki að byrja hart nema og ert búinn að sjá eitthvað sem aðrir sjá ekki. Já. Þá eru Dimmi og Ingi báðir komnir inn í pit. Það eru báðir með skemmdir sem þau eiga við. Hvernig eru dekkinu Inga? Já, svolítið leiðilegt að fara inn í pit svona snemma þegar þú byrjar á medium-dekkinu. Náttúrulega sjá. Já, en það er samt engir heimsendir. Nei, alls ekki En gleymdum að taka fram fyrir ég grip fram fyrir þannig en við glemdum að það er einu skildudekkinu í kvöld er hart. En þú ert búinn að tala um það? Já, flókið, ljómandi. Ég hef hugsað að glemt því. Nei, þetta er allt sem við erum að... Ingi er að setja bensín á. Hvað er hann að gera? Já... Af hverju er Ingi að setja bensín á bíl? Hvað er í gangi? Þurfti hann að hoppa á klósetti? Hann þurfti að fara og hann þurfti að fara á snyrtinguna? Ég bara veit það ekki, hann þurfti náttúrulega að láta laga bílinn. En af hverju þetta þingja bílinn með að setja bensín á? Ég veit það ekki, kannski veit hann hvað hann kemst margar hringi á medium. Hvaða dekk fór hann á til dæmis? Hann fór á harddekki. Heldur hann að klára tankinn á harddekki? Það getur vel verið. Það er náttúrulega ekki nema að hann dugar bara 6 hringi, 5 hringi. Þetta eru 15 hringa reis. Já. Ok, það er kannski bara eitthvað sem þau eru að gera. Þetta getur verið eitthvað stratt, Þetta er bara, ég meina, þetta... Neyðarstratt. Við skulum samt fylgjast með reisinu sjálfu, keppninni sjálfri. Hvað er í gangi? Davíð Rúnar hérna á hard, Hannes á hard, Kári á hard. Þessi menn eru ekki á sama Magnús Árna hard. Dodder og hard, þetta eru menn sem engi búin að vera nokkuð villulausir, svona gróft að liti af minnsta kosti. Engi búin að fá skemmt. Diego fekk skemmt. Hann er búin að pitta. Já, á softdekkin. Og er á soft. Það er svona ágætt að bera þetta aðeins saman hver er búin að pitta. Agnar er búin að pitta. Fór aftur á hard. Er það ekki alveg örugt? Nei, hann vinn ekki. En hann lítur að pitta. Diego pittaði og Agnar er ekki búin að svo hægur. Nema hann lítur að fengja skemmt. Jæja. Dimmi er á soft. Nú fóðu við kannski eitthvað samverið. Dimmi nær að halda sér á malbygginu, halda sér á þessu svarta. Þá geti nú margt breyst. Ég held að það sé bara mikill munur. Bara sé, það er
Það verður svolítið erfitt að fylgjast með tímanum á þessu soft, skilur, hver er besti tíminn, þeir eru alltaf átlappa einlega. Já, akkurat. Þetta er svona tekja að lappa strætt, sko. Það er rauninni verður að ná einum hring sem er hraður hringur. Þannig að þú verður að ná 3 hringjum á softdekkinu með að ná hraðasta hring. Já, það verður bara þessi síðasti hringurinn. Já, það hefur verið þannig áður. Það var þannig seinast þegar við fórum á Nürburgring. Þá var það einmitt þannig að það var bara, hraðasti hringurinn var bara eitthvað í rauninni Ásgeir drullu hægur. En svo fóru bara allir að skiptast á að slá hraðasta hring bara á seinasta hring. Þannig að, hraðasti hringurinn í Jökulbúrinn ásamt er alveg rosalega góður, sko. Já, medium. Já. Það var á 8.02 í háum í kvali. Já, 6 sekúndur hægari á medium dekkinum. Þá gerir það 12 sekúndur á 2 hringjum. Já. Hvað er Pétur langur? Hann er ekki mjög langur hérna. Nei, hann er með stöður. Þetta setja alltaf strik í reikninginn að fara utan á keyrslu, utan vegarakstur. Þetta var ekki fyrsti og verður ekki sá síðasti í kvöld sem maður fylgjast með. Hann er komin mjög nálægt honum dæðurinn. 3 sekúndur á milli. Já, það virðist nú samt, sko, já, hann er svo með leiðilegan fyrsta hring. 8.24. En er hraðari en Davíð. Svo hringur 2, 19,2, Hannes var, 0,4. Jú, þetta er eitthvað hraðara. Ekkert sem samt munar miklu. Við vorum bara svona með marga menn hann í áðan. Já. Það er hans að draga á milli. Það áttur að vera svolítið svoleiðis. Það er svoleiðis í þessum endurance-keppnum að það dregst rosalega á milli manna. Það verður langt bil og svo rauninni þeir slagurinn að kikka inn aftur undir lokin þegar við förum að fara að sjá hvað er að koma út úr þessu pitstop. Það er það slagur hérna. Slagur hérna, já. Magnús, Doddi og Diego. Magnús og Hard, Diego Hard. Við segjum Diego og soft, fyrir ekki. Og Doddi og Magnús eru á Hard. Já. Þannig að Diego er náttúrulega að gera sér best að láta að telja. Hann er að seinni softringurinn sín. Þeir eru báðir að taka fram Magnús hérna, Diego og Doddi, já. Það er eins og Diego hafi bara gefið hann smá svona bump til að hjálpa honum áfram. Það er ekki galli. Alls ekki galli. Diego með fjólbláðan sektor. Já, sérðu hvað dekkið hjá honum að framan hann að hægra meginn er. Nú, heyrðu, þarna misti Doddi bílinn aðeins og Diego tók bara fram honum. Já, dekki vinstra meginn að framan hjá honum Diego er að gjörsamlega spænast upp með vindekkin. Það eru bara farin. Það var vonandi að hann muni að börja að stilla brake balance. Þetta er óvinni mikið. Já, svo magnað að sjá hvað þetta munar miklu eftir bílum. Svo. Já. Við vorum að fylgjast með dimma áðan. Þar voru afturdekkin að hverfa frá hann. Mastan er bara í öðrum flokki hvernig hann byggður og haga sér. Hann er náttúrulega bara eins og svona vision bíl næstu í. Já. Algjörlega. Ég er nú vissum að Diego var að setja hennar hraðasta hringa. Hann myndi ekki bara öllu líkt að fara í pit og inn í dekk. Við vitum aldrei hvað gerist. Þess að sjá hvernig fjólbláa í tíminn að sverður svo núna. Já, en svo náttúrulega líka það er að hann er sko alls ekki að fara að taka 3. hringinn á þessum dekkjum. Það er bara ekki hægt. Nei, það er ekki hægt. Ég segi það, hann fær ekki að ná hraðasta hring. Það fyrir bara beint í bit. Já. Hann er að nálgast Kára núna. Já. Svaka peysa á honum Diego. Og hann er búinn að pitta og hann er að nálgast Kára í fjórðsætinu. Þú veist hvað, pitturinn er ekki svo dýr. Akkurat. Sérstaklega ekki þegar þú ferð á softdekkin. Hann var búinn að fara hann út af, hann var í 3., 4., 5., 7. og hann er að láta þetta að telja. Hann tók Dodda og Magga hann fram úr.
Þetta sem það að gera, ef það er að pitta oft, þá þarf að láta soft ekki telja og ekki láta Þetta er festa. búið að ganga rosalega vel hjá honum Diego, þetta softstick sko, alveg búið að virka rosalega vel. Já, en einhver síður, hann var samt í trafík. Þetta var ekki svo hann fekk bara hérna hryllu oft. Og mögulega getur hann ná Kára hérna á kjölsóðinu. Hann er allavega í kjölsóðinu, hann er að koma á blúsandi siglingu á honum, en kannski ekki alveg nóg. Hann er líka á leiðinni í pitt, þú veist, vill að vera að taka einhvern séns á framræstri á síðustu 200 metrunum. Já. Það er óþarfi. Það er rétt, það er óþarfi. En ef þú getur það, þá er líka óþarfi Nei, hann gerir það núna. Nei, fyrir ekki. Ég held að það var komið lengra á þessum streitbit. Já, nei, þetta gerir það. Ég held að var að nálgast, þegar hann var að fara hann upp á undir brúna, þá held ég að vera að nálgast þennan kafla, beygjukum. Já, akkurat. Já, þetta gerir það. Það er lág vel við högg. Þarna fyrir Davíð núna inn í pitt. Já, Hannes. Sjá það, og Hannes, já. Þetta eru liðsfélagar. Tasty og Kaldi. Fyrir ekki Kaldi. Það vildi ég sagt hafa. Þetta fjórða ring, þá eru hérna eiginlega allir hartmennir að fara í pitt. Já, þetta er... Mér fannst nú bara að Davíð Rúnar hafa bara sýnt þarna að soft stinti. Það getur virkað sko. Það tekur harðstint í nærum. Svolítið, hann fór inn með skemmdan bíl. Hann keyrði 1/5 brautin skemmdur. Sem þýðir bæði það að náttúrulega hann setti inn í dekk og þurfti að eyða tíma í að laga bílinn. Þannig að það var lengra pitstop. Já, og hann var komin fram úr Kára. Já. Þannig að Kári, ég veit ekki hversu hrifinn er þessu harðstinti. En hvað er Jökull að gera þarna fremst? Hann er bara einhverjum sundarsbíltúr, mándagsbíltúr eins og hann er að gera. Já, dekkinu, sjá hérna, þetta er það sem ég er að tala um. Dekkinu aftan hjá honum er að spænast upp með að framan. Þetta var öfugt á Nissanunum hjá honum Hannesi. Já. Nei, var ekki Hannes? Nei, það var Diego. Diego. Það er við elsku Jökull, en það er ekkert voðalega spennandi að horfa í gera lítið úr öðrum ökumönnum. Já. Hérna er Dimmi. Já, og Dimmi var glænýtt ekki vantilega. Nei, heyrðu, já. Nei, hann er, já, þetta er aðeins, menn náttúrulega eiga við skemmtir, þetta er ekki alltaf í rytma þegar menn fór inn. Hann er að koma fram úr. Já. Þetta er hard, soft, sko, þetta er 5 sekúndna munur á hring, að minnsta kosti. Já. Og eflust hefur líka Doddi bara séð delta á milli hans og Dimma bara hrapa niður og hann er bara herfum Dimmi er á öðrum dekkjum. Já. Og það er bara lús að vera að berjast í svoleiðis kringumstæðum. Nákvæmlega. Dimmi, og hann er nú að elda Kára. Þetta er einmitt sem verður athyglisvert að sjá. 5 sekúndur. Dimmi í Kára. Já, og Dimmi er á, þetta er fyrsti hringurinn hans, nei, þetta er seinni hringurinn hans á softdekkinu, miðað við það stendur ekki álapp fyrir ofan tímanum. Já, það er reyndar að veist að vita, það er ekkert að marka. En ég horfi frekar bara dekkin, er þetta hringur 2? Þetta er líklega hringur 2. Já, sennilega. Það getur ekki verið að dekkinu hafa spænst svona upp bara að vera á svo stutta kafla? Nei, það getur ekki verið. En annars er það, hann er ekki búinn að vera í neitt miklu slag núna, þannig að dekkin hans er ekki að slitna næstu eins rætt eins og áðan. Kíkjum aðeins hérna, kíkjum niður breytuna aðeins hérna. Það er líka verið að fylgjast með dekkjunum að því leyti er að fara að myndast keppni eða ekki. Davíð Rúnar hérna á soft til dæmis, Maggi er ekki að ná honum. Þetta eru með Diego, hann er að fara að ná Magga bara 1, 2, 3. Erum við aðeins að fylgjast með því? Já, fylgjast með því. Akkur er Ingi ennþá í 9. sæti? Hann fór á hard, hann er með eitthvað... Já, hann fór á hard, auðvitað. Það er reyndar strategi sem er ekki hérna. Já, auðvitað, hann fyllti tankinn og fór á hard. Já, það er mínum mati ekki vænlegt. Kári var eiginlega að sýna það mínum mati. Kári versus Diego áðan. Þetta er ekki hraðara. En náttúrulega, jú, ef þú ert á soft, þá er ekki nýtaðara og mikið í slagsmálum. Þá gæti það verið betra. Kannski var eitthvað Ingi með eitthvað, ég ætla að fá hreint loft og keyra með dreis. Ég get ekki alveg fullt neitt um það, en
Ég sýnist oft vera hraðar en hard að því gefna að hún að nýta þegar við framlástur lendir ekki mikið í trafík. Já. Það líka mikið ef. Ef að sjá aðeins, þetta núna verður svona í smá stund, sjá hvað Dimmi að gera hérna. Sjá, Dimmi búinn að ná honum Kára. Já, ég myndi nú kíkja eftir á Diego. Já, gerðu það. Það var stutt í einhverja allu. Já, það var nær. Það er einmitt, held ég, þarna sem Dimmi náði til þess fram úr áðan. Það koma hérna knappar veiður og exiti skiptir miklu máli þar. Þar sem mjúkudekkin eiga að telja. Nákvæmlega. Þarna. Þetta kemur hérna. Hann reynir að ná hinri línunni. Já. En þá svo að hægri bein næst. Þarna er Nikki Láta hérna fekk að fór í eldbað. Sem var til þess að það var hægt að keppa á þessari braut. Já. Í Formúlu 1. Þetta þarf að vera kaflinn. Þetta er kaflinn. Hann á þessu nú hann Diego. Það passir bara ekki vera búinn eitthvað draft til. Taka innan á. Þetta er samt sko hrikalegt sko. Hálfgeð súsett mission. Já, hann er ekkert að ná að... Nei. En það er Toyota þekkt fyrir að hafa náttúrulega góðan endarhraða. Sem hann Davíð er á. Já. Nei, Maggi. Maggi, hvað? Afsakið fleipunar. Ég var aðeins að pröfa að setja sem borð hjá Diego. Sjá hvernig hann hvað hann eiga við. Ég sé Dimmi komin upp í 3. sæti. Dimmi er að sækja á Kára. Dimmi var í 3. Já, hann var í 3. Já, þá er ég bara rugla. Dimmi hafi verið að berjast við 4. sæti. Nei, hann er elda Kára. Vá, kann hann átaka þetta miklu hraðar. Já, hérna fer hann bara fram úr. Já. Vá! Það er gert. Hann fór aðeins og vítaði að Maggi og það var bara til þess að Diego náði töluvert betri línu. Þetta er gúmmið. En nú ætlum við aðeins að kíkja á Dimma. Sjáu þið. Já, þetta er stafurinn kominn. Það er sama í gangi. Ég ætla að fara aftur líka borðið hérna. Gaman að hafa þessu. Þarna er svo snemma gjöfuna og láti hérna kafli. Já, hann stutt að slá af hann og það bara er ekkert hægt að taka fram úr þessum kappa. Hann er líka í skít úr lofti, já. Það er skynsamur. Hann er búinn að pröfa að slá grasi í kvöld. Hann hefur engan á að gera það. Hann treður sér inn í línuna. Já, bremsur hann seinna. Hann var að koma fram úr. Þetta var kallt. En ég þá ekki að setja bara upp hérna fyrir Kára að taka hann aftur í kjölsóðinu. Ég held að Kári eigi ekki náði, hann er að losa sig við hann bara nú. Já, það er svona mikið tunnur á dekkinu. Já. Það er dottinn úr kjölsóðinu. Það er meira sko, við vorum á hana Diego og Kári. Jæja, þegar ég auðvitað pitt. Sérðu, hann á 10% eftir að tangnum 4 hringir. Það er full tangur. Full tangur 4 hringir. Og hann er því á medium-dekki. Ég tala um bensinniðsluna. Já, þannig að hann var á medium-dekki með tíma. Nú er spurningin hvort að sko áðan var Diego. Það á eftir að sjá aðeins, ég hef gaman að þessu, að sjá hversu mikið munir á Diego í Kára. Þegar fóru, þetta er kannski bara einhverjar fleipur hjá mér, bara að draga andan og hafa gaman að þessu. Hvað er að frétta af honum Inga núna? Já, ég hef því miður ekki miklu að trúa sér hvort að frétta hann. Nei. Hann er með skemmt. Agnar, enga skemmt. Hann er á langum kafla, hann fyrir þá inn og hættur þessu hardrugli. Magnús er á medium. Það er kannski verið eitthvað kljást, það er 2,8 sekúndur milli þeirra. Viðstöðinlega verðingar, það er bara þannig að geta ná öllu sem er þess að brautinni. Við erum að reyna að flagga og finna staðið það sem er eitthvað í keppni. Þetta er leiðilegt að sjá fyrir hönd hans Inga. Já. Það byrjaði svo rosalega vel hjá honum. Það er flott að breytast.
Sko, Diego, Kári hérna, 15 sekúndur á milli Diego og Kára. Þegar þeir voru jafnir. Þegar Diego fór yfir soft og Kári held áfram hard. Það voru athyglisvert að sjá hver staðan verður þar á milli. Í lok þessa rings? Já. Þannig eru að fá bara inn notkun svona nokkurn veginn. Gott viðmið. Keppendur á sikuru strattinu fóru hér með samhliða yfir endamarkið. Já, annar fór yfir endamarkið, hinn fór í pit. Sjá hvað spilast úr þessu. Davíð hérna á soft. Það líka var einmitt áhugavert að sjá hversu vel Davíð nær að láta dekki sín duga á Kára. Þetta er sami samanburðurinn. Eða þannig séð, já. Kári á hard. Jökull á medium, kemur hann út alveg. Hann ætlar að taka 4 hringi viðbót. Ha? Hann hlýtur alltaf að taka 4 hringi viðbót á medium-dekkinu. Hver? Jökull? Já. Já, hann var þá glæni í medium. Hann var bara frá út. Já, ég að segja það. Viðbót, hann var að byrja fyrsta. Já, viðbót er 0 hringa. Hann ætlar að taka annað 4 hringa stint. Það er það sem ég er að segja. Já, hann tekur 4 hringi, já, 4 hringa stint aftur. Davíð Rúnar, já, við sjáum að Kári er ekki ná að sigla á söma hraða og Jökull. Davíð á soft að reyna að draga Kára. Taka 2 sekúndur af núna. Já, en þetta soft hard, það nær Kári ekkert að halda í Jökull. Jökull er að medium, bara svo ég haldi til haga. Ég er að fara með smá fleipur, þetta er eðlilegt, við erum að fara að böngla þetta í 1-2 tíma. Ég verð að hafa bara með afsakan nema 5 eitthvað svona, einhverja fleipur. Já. Og Björgun segir mér að anda sem nefnum neyfa meðlýs að mér nú koma að stað. Það er svo mikil tími, sko, ef maður hefur eitthvað að segja, þá er bara best að segja það. Já, það er nægur tími fyrir alla að tala hérna í kvöld. Já. Þannig að Dimmi að taka fram úr Magnúsinsvæðin. Já. Já, Dimmi á 9 softdekkjum. Já. Medium. Magnús á medium. Já, þetta er bara eftir bókinni svolítið. Það er bara að vera líka betri og betri en þetta dekkin telli fram á rekstri. Kíkjum hérna aðeins neðar. Ingi búinn að fara í pit aftur, kominn í 11. sæti, mínútu og 21 sekundur fyrir aftan hann Jökull og hann var í öðru sæti áðan. Það er grátlegt að sjá þetta sko. Ég á að geta neitt aukatekið orð. Þetta er ekki búið að vera að reysa hans hingað, það er alveg klárt mál. Bilið hérna á milli Kára og Davíðsson er kominn niður í 5 sekundur og er að fara niður fyrir það, þannig að við erum svona komin á seinni helmingin að hringnum, þannig að það er alveg möguleiki að Davíð hreinlega nái Kára fyrir lok þessa hrings miðað við hvað hann er að taka bilið hratt niður. Já, og að fjólubláan sektor. Hlustu nú aðeins á hérna þessa 8 sílindra sleggju í AMG-unum hjá honum Jökli. Þetta er geðveikt ljós. Ég var einmitt að horfa á einhverja keppni daginn úr raunheiminum þar sem að það var svona nýr AMG GT3 bíl að slá met á Bathurst. 12 tíma keppni og því líka hljóðir. Og svo náttúrulega var að koma líka nýr Mustang. Geggja hljóðið hún líka. Já, ég var að sjá einmitt keppnina, ég sá Hellas með Mustangin. Þetta virðist vera aða bílarnir, já, það er Mustangin og bensín, AMG-in. Er bilið komið niður fyrir 3 sekundur á milli Kára og Davíð Rúnar. Já, og ennþá beygir kaflar eftir.
Það er það sem telur mest í softdekkjunum í vil. Já, núna er einmitt er detta inn á kaflan þar sem að softdekkin græða mest. Og sjáðu hvað Davíð er að fara vel með dekkinu. Ég held að hann eigi jafnvel hring inni. Þetta var fyrra karosellið. Já, akkurat. Fyrir hringekjan. Já, akkurat. Íslensku. Þá er já, ég veit þú segja, það er bara beygjukamlar eftir og þarna telur hann mest. Það er hver beygja er 0,1 til 0,2 ef menn nýta dekkin sem best. Já, hann er ennþá á fjólubláum sektorum, sko. Bílið að vera komið undir 2, að komið undir 2. Það er komið undir, já, nú er komið 1,7. Það er komið 1,5 í næstu beygju. Það er gott betur. Já. Sko. Þetta er rosalegt. Þetta er bara 0,1 per beygja. Fyrir þá sem kunna að láta dekkin telja. Það er ekki flóknara. Sko. Hann er bara búinn að ná honum. Já, það er eins og við var búist. Og Diego, samt sko, Diego, hann er 6 sekúndur, veit ekki hvað það. Ég skipta hann ekki máli hvað er bara að gera á undan. Davíð Rúnar, hann tekur örugglega fram á Kára núna, þá er hann bara undan. Nei, slætaði Kári aðeins. Er dekkið hans Kári? Já, Kári er líka að vera búið með dekkið. Já. Hann er síðast að hringa hart. En núna er dett inn í seinna karúsellið og komin á beinakaflan, hann er bara... Það sýnir sig bara, nú er búin 5 hringir þessum menn, þeir eru báðir búin að taka 5 hringir, mismunandi strategíu. Og maðurinn sem er að nota soft versus mann sem er búin að taka hard, alla hringina, er á undan. Já. Ekkert flóknara en það. Og hann er ekki lengur á fjólubláum sektor. Nei, það er með 10 í bláan. Já, það náttúrulega kostar tíma að taka fram úr. Það er svo sem. Hann er 10 sekúndum fyrir aftan Jökul. Já, Jökull þarf ekki að pitta sko. Já, Jökull er bara á öðru plani. Það er eiginlega bara ósækjandi að vera alltaf að ræða það. Já, máli minnast á það. Já, það verður ekki á hann tekið skul. Ég er ekki að minna þannig sko, en bara það voru allir með Jökull í fyrsta sæti í svárunum sínum og Jökull er bara fyrsta sæti í öllu keppnum hingað til. Þetta er svona Verstappen-taktar. Svolítið. Það fer... Herru, býtum við nú við. Þetta kom Davíð mér óvart, það hélt áfram. Já, ég held að hann myndi halda áfram líka, sko, með að við hvernig dekkin voru. Hann er búinn að fara rosalega vel með þessi dekk. Já, hann er samt að taka það sem við ekki séð held í áður. Hann er að taka 3. hring. Á soft? Já. En líka voruðu svolítið lítið bensín eftir, þannig að hann... Já, text kannski einmitt, já, léttum bíl. Já. Það séum við að Maggi fer líka inn í pit. Diego fer ekki inn. Hann er náttúrulega þeir eru testibræður, eða ekki? Ef ég hef það rétt. Er ekki Diego testibróðir? Jú. Hvað einn er? Jú. Hannes er á kalda. Hann vist að gera... Vá, sérðu. Nei, sérðu Diego. Hann er líka að fara 3. hring. Hann er að gera sömu strategíu og Davíð. En hann hefur ekki dekkið niðan. Vá, hann er að byrja hringinn. Já, hann er að reyna að herma með þessu dekk. Hann er að herma eftir Davíð Rúnar strategíu sem liðsfélagar. En það er bara alls ekki sama nýtingin á dekkjum. Þetta verður streppið maður, vá. Bara áður en, sko, bara þegar 1/4 að hringnum er búinn, þá verður Diego komin á strigann. Já. Það telur nefnilega ansi feitt. Þetta er erfiðari brautum að vera á sprungnum dekki. Þetta er bara beygja eftir beygja. Endalaust að láta reyna á dekkið. Mér líst eiginlega ekkert á þetta að Diego nái þessu hring slysalaust. Nei, akkurat. Það er bara stundum hvað er Hannes langt í Diego? Það er 10 sekundur. 10 sekundur. Já, þetta gæti verið að minnka. Dimmi 10 sekundur þar fyrir aftan. Já. 0,6 besti sektor. Hraðar en nokkur annar. Já, Dimmi gæti mögulega tekið hraðasta hringa. Nei, hann þarf að taka fram úr örugglega ef hann fer að ná mönnum. Hann er Hannesi. Miðað við hvernig dekkin líta út hjá hann núna og hann er að byrja á öðru hringnum á soft, þá ætti hann að geta tekið 3. hringinn líka. Já.
Hvað er út af medium? Agnar 8. á medium. Já, stutt í Dodda. Já. Hann er á medium líka. Mjög svipaðir. Hvað er dekkjum. Hann er nefnilega... Á hvern dekkjum er Ingi? Já. Hann er á medium núna. Og hann er að ná Magga. Ég finn bara til mig. Já, ég finn til með hann. Þetta er sorglegt að sjá hvernig þessi keppni er búin að fara hjá honum. Leiða mér líka að setja spurningamerki við þessa strategíu og fara aftur á hart. En það er bara sem liðsfélagarnir voru búin að eitthvað ræða, vísti við og hann setur þetta bara í póstspjalli. Þetta er bara það sem hann er. Hann er samt bara enga síður. Hann er að berjast 4. sætið. Það er nú ekki amalegt. Hann er sér 10 stigum eftir Inga í keppninni og Kári líka 10 stigum eftir og Dimmi 11 stigum. Það er þetta gæti verið eitthvað gæti orðið hann einhverjar sætskiptingar. Hannes í 4. Þetta er Dimmi mitt búinn að taka fram úr Magnúsi Árna. Við mistum að því hérna þegar við fórum að fylgjast með Inga á hann. Hannes í 4. Það eru 18 stig, nei 16 stig. Það er ennþá 10 sekundur í Diego, þannig að hann er... Vá, sér þetta ekki á Diego. Já. Úff. Hann er samt ekki að draga mikið hann Hannes. Hannes er ekki að draga sig á Diego minni. Nei, það er spurning sko, náttúrulega Hannes á medium dekkjum, minnst þannig eru... Já, það er ennþá pínlítið strik hjá Diego. Það er að fara núna bara á 2 beygum. Þá er hann orðinn sko belja á hálfsvelli. Já. Það því miður. Þetta er svo mikið að hægri og vinstri beygum. Já, það er þessi seinasti millimetr eftir að munstri núna. Já, það er verið áhugavert að fylgjast. Við erum líka hort á delta hérna hjá honum Hannesi 9,7. Hannes í... Þannig. Já, þetta er bara farið. En það er eins og segir, það er ekkert að breytast mikið delta þarna á milli hans og Hannesi og ekki heldur hans og Davíðssonar. Við býðum eftir beygukaflan. Já, ég held að beygukaflanum þá fer þetta að tellja fyrir Hannes yfir. Já. Það er aftur á Diego fyrir mig. Já, það er Davíð Rúnar hann ætti nú bara að auka billið en Hannes ætti að minnka billið. Hver er beygjurinn voru? Davíð Rúnar gæti verið að fara svolítið vel með dekkin hann að þau endist ringin hjá hann. Já, er það ekki? Hann var með dekkin í það. Já. Ekki Diego. Hannes er samt ekki að láta þetta... Dimmi er, ég veist ekki vera að draga á Hannes, það sýnist mér ekki. Ingi kominn skemmt aftur og kominn í seinasta sæti. Já, það er svo völd að missa hausinn í sér kemni, það er svo og sko, það er rétt rúmlega búinn 1-3, það er búinn 1-3 að kemni, sko, og setna á hringur, það er úff. Þetta er ekki gaman að sjá. Það þarf bara að setja hausinn niður, keyra bara sitt reis, það er alltaf hægara sagt en gert, þarna sjáum við samt komin 8,7. Já, þetta er að koma mér bara vel gert hjá Diego. Já, hann er að halda góðu bili miðað við ástandum dekkjum. Já, þess vegna vil ég hrósa Diego. Þetta er fanta vel gert að láta sig, bara halda sig á malbygginu. Þetta er alltaf mest í hægri beygjanum. Já, bara er til bara þar, til ekkert í ekkert í vinstri beygum. Það er vissulega lækkað aðeins bilið núna en það er bara í rauninni ennþá of mikið bil. Það kemur svolítið mest á óvart finnst mér að Dimmi er ekki að ná að minnka bilið í Hannes. Dimmi er á softdekkjum. Og Hannes er á medium. Dimmi er kannski þá bara líka hans að slá af. Hann er búinn að vera að fara of mikið út í grassi. Það getur verið. Þetta er sko, getur ímyndað hvað sko, sætaskipan væri öðru sig. Menn hefur bara kannski farið eina sekundu hægar hvert hring. Sleppti að fara út í grassi. Já.
Það náttúrulega var ekki inn í planinu að fara út í bröst. Nei, ég bara segja, aðeins minna aggression, aðeins minna meira safety. Menn, sko, bara annarkveð maður á brautinni væri nokkuð sætum ofar. Já. Það er kannski bara sem er núna í gangi á milli Eyrnanna hjá Dimma að, ok, halda sér á helvítis brautinni. Þetta reyna að keyra hratt en ekki hraðar en hann ræður við og sjá hvað það skilja sér. Menn eru ekkert allir búin að fara út af. Hannes, jú, þetta eru 3 sekúndur sem Hannes er að draga á Diego. En nú er Diego að klára með glæsibrag, ætla ég að leyfa mér að segja, mjög erfiðan hring. Það fylgja því til enda, svo ég sé ekki að gera eitthvað commentators curse. Nei, þannig kemur hann siglið því í hlað. Vel gert. Vel gert. Hannes Dimmi, hann ætti að taka fram á báðum Tasty-bræðurum. Þeir eru að báðar sér líka olíu eða bensín á tankinn. Já, það var og. Hvar er Davíð að koma út? Hvar er Davíð? Hann er að setja vel á tankinn. Magnús Árnason hérna, já, hann veist nú bara að keyra hérna mjög solid race, svolítið hún að siglunda radarnum, ekki búin að vera mikið í mynd. Keyra fyrir kalda, Tasty Racing, nei, kalda Racing, afsaki, kaldi Tasty. Það er kaldi Crimson, hún er ekki, kaldi Crimson. Það virðist að keyra bara nokkuð solid að Magnús hérna. Dimmi er ekki, eins og vorum að minnast á, ekki að sækja mikið á Hannes og það eru dekkjamunur, medium-dekkin að telja bara nokkuð vel fyrir Hannes núna. Þó er Dimmi með 11, já, þetta er 1,1 sekúndar hraðar. Það er minni munri og heldur ég átti von á. Davíð kemur hérna út á glænjum softa sjálfsögðu. Kári er á glænjum medium. Agnar á nýjum medium. Þetta er við Doddi, já, Diego tekur hann á Dodda. Doddi er á steindu medium, Diego á glænjum soft, lætur að telja og það telur. Eða hvað, það er vinstri og svo hægri, já. Það var hann að smá tvísýnt og við erum Agnar er næsta fórnarlambi hjá Diego. Þetta er leiðum að segja. Hvað er langt í Kára? Það er 2,5. Kári er medium. Það er náttúrulega minni munar á soft og medium heldur en soft og hard. Það var svona auðveldar að spá fyrir þetta áðan. Diego er bara svona sína aðbörraksturinn kvöld á softdekkjunum. Sem og Davíð Rúnar. Sjáu, er hann strax að ná þessu? Já. Þetta var snilldarlega gert, já, Diego. Og hann horfði bara fram á veginn að sjálfsögðu. Hvað er mikill munur hérna? Já, hann var náttúrulega ekkert svo fyrir langt fyrir aftan Davíð. Það 3,1, Diego í Kára. Veit að lestur aftan Diego en ég hef ekki vonað að Agnar fari að gera sér líklegan. Hann er bara einfaldlega í svolítið stuði í dag, myndi ég að segja, hann Diego. Það er að lúsa sig við Agnar úr slippinum. Já, reyndar ekki alveg strax, kannski aðeins fluttur hann segja þetta, en ég reikna með að það gerir svona í þessum beygjukafla. Já, eins og mann er mælt. Það er komin í 2,8 í Kára. Það er sem fikk aðeins hvort að Doddi sé að gera sér eitthvað líklegan á Agnar.
Þannig að fylgjast með því. Fylgjast með toppunum hérna í allt kvöld. Dekkin, Agnar þeir eru nú að svipuðum dekkjum. Þó að sum dekkin hjá Agnar líta betur út, þá versta dekkið ekkert ósvipað hjá þeim. Nokkuð álíka verstu dekkin hjá þeim. Þannig að aðeins þarna bara rétt að rúlla yfir það. Maggi með skemmt. Maggi með skemmt og Ingi líka. Já, hann búinn að vera með skemmt smá tíma núna. Sjáum að sko hvort að Doddi gerir sér líka. Þeir eru ekki búin að fá mikla athygli hérna í mynd. 2 tíma akstri, það alltaf aðeins að sjá hvort að eitthvað sé í pípunum hérna. Nei, það ekki nóg. Þetta ekki nóg. Ég ætla aðeins að sjá hvað Dimm að gera. Það meiri spenna fyrir ekki elsku vinir. Það aðeins, ég ætla bara að rúlla inn í töfluna ef það ekkert að gerast, það fyrir bara aftur að sem vorum að horfa á. Davíð Rúnar að nálgast Magnús. Að sjá hérna aðeins, já, Diego. Já, ég gat ekki hafa skipt betur. Akkurat, tekur Diego fram á Kára. Diego, ég segir að hann í stuði hérna í kvöld. Hann nær að láta dekkin telja skrambi vel. Sjáðu þetta, hann sló ekki af og hoppaði upp hana 0,3 delta milli hans og Kára. Hann á soft. Telur mikið í beygjuköflunum og líka í þessum hröðu beygjum sem medium og hard ekki verða að gera smá lift-off. En hérna Davíð að sauma að Magnús Árnasyni. Komin í kjölsóið, alveg bara í góðri stöðu til að reyna framúrakstur þetta brálega. Ágætt að við kunna fyrir þessu. Það bara stilla þessu upp. Þetta gamli sem ekki að taka fram úr. Vá. Það var óþarf að bremsa, þetta var ekki bremsutjekkana. Nei, ég var að miskilja hvað var brautinni. Það Magnús að bremsa aðeins meira. Já, við erum alveg að koma í endanum á þessum zigzag-kafla. Þá kemur svona smá framúraksturs möguleiki. Eftir þessa beygju. Slá af og svo fljótt á bukjöfina og þá smá séns, en hann lítill þó. Ég segi, endanum á þessum zigzag-kafla, þetta kaflinn sem ég tala um. Þarna við erum búin að sjá svolítið framúrakstra í kvöld. Já, það hægt að skjóta þannig innan. Það glæðilegt að það hægt. Við erum búin að sjá það eins og segir. Hann næri ekki, hann greinilega augljóslega að stilla sér upp fyrir beinakaflan. Já, loka þessar backstreiti. Kemur í litla karúselli. Hann líka reynda séns. Hann séns. Nei, hann leggur ekki að. Hann verður að, ef hann tekur fram úr þarna, þá Magnús Árni allt á nálandunum og hann getur tekið kjölsóið og tekið fram úr hann aftur á beinakaflanum. Já. Davíð Rúnar náttúrulega á bíl sem frægur fyrir endarhraða. Setjum þetta hérna. En núna hann að fara allt og snemma fram úr hann, held ég. Magnús fer bara aftur í kjölsóið. Já, hann búinn með bensinnið. Vá. En hann getur tekið fram úr hann. Já, sjáum það. Já, mitt. Svissum hérna milli út sína. En þetta nóg? 267,6. Vá! 270. Þetta heldur hjá Davíð Rúnari. Vel gert. Og núna eru Dimmi og Hannes að fara inn á sama tíma með jafn mikið bensín og Davíð Rúnar að koma strax á eftir. Og Magnús Árna. Nei, Davíð Rúnar heldur áfram. Já, heyrðu, hann var náttúrulega á góðum dekkjum. Já. Þeir eru á 9 dekkjum, hann og Diego. Diego búinn í banastuði, hann að taka fram úr mönnum hérna óhyggað. Bara gríðarlega flottur akstur hjá hann. Leið mér segja, hann í stuði hérna í kvöld. Já. Hann
Hann er reyðdekjunum aðeins meira en Davíð Rúnar en hann er að keyra gríðarlega vel. Já, Jökull er búinn að bæta hraðasta hring. Já, medium dekk, hann er léttari bíl, hann er með sömu dekkjum en léttari bíl. Það var fróðilegt að sjá hvað gerist þegar og ef Jökull fer á softdekkin. Hann fer pottþétt á softdekkin síðasta hring. Bara, ég get næstu í garantera, bara til þess að taka einn hring á soft og ná hraðasta hring. Heldur að taki þá einn hring á hard og fari síðan á softdekkinu eða? Já, eitthvað slís. Hann á allan eftir að taka harddekkin. Já, hann fer bara á tekur einn hring á hard og svo tekur hann 2 hringi á soft. Klárar að reysa á soft. Diego, sérðu, hann er með mínútu fórskot. Jökull. Já, nákvæmlega. Bíl 2. Jú, en hann er að klára hérna, hann 4. hring. Já, það ná einu viðbót. Það getur það dekkilega að segja, það er bensínlega að segja. Já, þetta er að rigna verðlaunum í þennan manna á lokahóðunni. 27. apríl. Já, hann þarf að fara að fá aðstofmannski með sér til þess að halda á þetta byggarbrunum. Hann þarf að leigja sér sko stóran bíl, leigubíl, til þess að taka þetta allt með sér. Sjáum aðeins hérna hvernig setur hérna eftir þessi dekkaskít hjá mönnum. Já, Kári og Dimmi. Það er glænýtt soft á móti. Já, sæmilega 1 medium dekkjum. Dimmi þarf að láta þetta telja, sérstaklega þessi kafla. Það er alveg hrikalega krúsjalt að láta það telja. Já, þetta var, ég var ekki aftur maður hvað þið voru nákvæmlega. Þetta var svolítið sénsinn að fjara út fyrir Dimma. En, sko, ef maður er búinn að horfa á Diego er búinn að vera svo grimmur. Hann tók fram úr... Hörðu þarna, Grétar Kári svolítið. Það tefur svolítið fyrir Dimma líka út í að Dimmi hafði ekki tækifæri til að taka fram úr hana. Þetta er svo bara, það er bara ein akbraut þarna á flestu þessum köflum. Það er hægt að stinga sér hér og þar. Eða ekki eins og hér og þar, bara einn tveim kafla, einum stöðum. Já, Hannes er bara komin í einu slag líka. Já. Hannes er á glæni medium. Þannig að hann er tímanast að græða á sig. Dimmi þarf að koma sér fram á Kára sem allra fyrst. Þarna er mögulega að stilla þessu upp. Hann á ekki þurfa að slá af hana. En Kári hugsanlega. Já, þegar hann er í dörti þá kannski þarf hann að slá af. Já, hugsanlega eins og segi. Þarna er séns. Sjá Delta. Já, nú er að byrja að hrapa. Stinga sig svo innafyrðu hægra megin þarna við hann, inn í bein og hægri. Já, hann var kominn inn. En breytur alltaf seint. Hann er sér fram úr honum. Aðeins og graður þarna. Já, hann kannski ekki bara átt sig á því að hann er búinn að fá svo mikið með slipstream, sko. Já. Mikið hraðinn í beinu, hann er kannski vanur. Meiri hrað, já, hann getur verið eitthvað svoleiðis líka. Dimminn í 7. á eftirvinnslu upp, við þekkjum hann rétt. Kíkjum aðeins inn á brautina á öðrum stöðum. Fáttum fína drætti fyrir okkur sem heima sitja. Þetta er það mjög fínir drættir hann í gangi. Þá er fyrri klukkutíminn liðinn. Nei, heyrðu! Og það er verið aðeins að kíkja á. Og fer Hann er blessunlega fyrir Dodda. Þá er hann að klára líklega síðasta hring á medium stundi. Hann þarf að keyra því miður samt 2/3 brautarinnar með skemmt. Skítur dekk núna, bara passa líka ekstra mikið. Kári kemur hann í humátt. Nýlegum vil ég segja, ekki nýjum. Hannes er eins og hann glænýjum. Já. Og hann er að fara að éta Káru. Sjáum hann bara, hann er búinn að því. Þeir eru báðir fyrir að éta Dodda. Bara því miður, Doddi hann skemmdur bíl. Á ekki séns að halda aftur hann. Sett hérna á milli og sjáum við alltaf hérna milli þessari þriggja. Dimmi bara kominn þarna fyrir aftur líka, hann var að keyra út af. Já, hann er alltaf nýjum soft ekki. Já, algjörlega. Hann verður líka, hann er örugglega bara ánægður með það að þeir mynda hann að smá súpu. Hjálpar hann að komast aftur í keppni 4. sæti. Já, nú er þetta þjappast. Nú þarf Kári að fara að gera sitt. En, þú veist, skemmdi bílur frá hann. Hannes er tænilega sér með best setta bílinn.
dekkjalega séð og Kári að fara að reyna inn í línuna þarna. Já. Hann er að skemmti, hann er ekki með sama hámarkshraða út í skemmtibíl. Hann er bara, það er ekki hægt hann á sama hámarkshraða. Það er alveg rétt. Og sígur bara hægt og rólega fram úr. Það er ekki þess að býja eftir slipstreaminu. Sama með gerðs að Hannes, en því miður er Hannes líklega að fara að festast núna á beygjukafla. Sjá hérna aðeins að borði á Hannesi, byggst aðeins með þessu. Hannes nái að nýta sér þetta. Það er Doddi að standast pressuna, hann er í skottan að Kára. Hann ætti ekki að hafa, bílinn á ekki á sömu eiginleika og hjá Hannesi með skemmt. Hann þarf bara að passa að festast ekki fyrir aftan Dodda of lengi. Hann er að horfa á Kára, en ekki Dodda í keppninni, allan eins og Saki standa núna. Þetta er leiðileg staða sem Hannes er í að Doddi er í rauninni hægur, bæði á dekkjum og skemmt, en bara Hannes kemst ekki fram úr. Nú annað reynir hann. Já, það er búið að stinga hjá Hannesi, vel gert Hannes. Ekki við öðru að búast. Já, þetta var bara þurfti, þetta var að tæfi hann allt of mikið, sko. Timmi 2,8. Hann ætti líka að ná Dodda á þessum beygjuköflum. Doddi er á handónýtum með skemmt. 2,4, 2,5, 2,6. Timmi það bara að halda sér á þessu svarta eins og maður segir. Kári naut góðs að þessari baráttu. Já, hann klára áttaringi hann Hannes, Jökull á mediumdekkjunum. Já. Það tók ekki, hann átti ekki bensín í hann. Nei, þá var hann búinn að taka 4 hringjarstinn á mediumdekkjunum. Já. Það var áhvert að sjá bara hvað dekkjum við fyrir út á. Hversu mikið bensín hann tekur. Hannes er að draga á Kára. Þetta er Kári á ónýtum dekkjum. Hannes ætti að vera svona aðeins að síga í. Ætti að vera að síga að honum. Svo að stanum serður líka, serður hann að Timma. Timmi er komin í Dodda, skoti á Dodda. Timmi þarf að láta það telja. Mér er líklega þarna verið næsti framræðastur hérna í beinni. Þetta er ekki með endarhraðan, þó hann sé að Toyota, hann er skemmt, það hefur áhrif á. Hann á ekki möguleika, eða ég held að nýta sér slippir og fara aftur fram úr eins og við vorum að ræða á hann. Nei, ekki með þessa skemmt. Þó að sé í kjölsvæðinu þá er hann samt að fara áfram framhúrunum Dodda. Doddi hefur engin vopn, hann er alltaf bara að fara í pit. Þetta slagur hins vegar. Það er langt í Doddi og Davíð. Þeir eru eitthvað að fara, nei ég segi Diego og Davíð eru ekkert að rífast. Það er ekkert að draga þar á milli Káru fyrir pit. Já, Hannes heldur áfram. Búinn bensín. Já. Doddi fór í pit eins og við var að búast og nú er það Dimmi á soft, nýlegum soft, á fyrsta hring á soft á móti fyrsta hring á medium. 3 sekúndur. Þetta var áhverð. Það var ekki svo mikið að draga á milli áðan á sama dekkjamun. Það sé að Dimmi var á soft og Hannes á medium, en Hannes náði að halda bílinn okkur stabilu og fór held í 1,1 sekúnda á milli á heilum hring. Það var ekki meira en svo. Já. En núna sér Dimmi Hannes. Það gefur ekki svona blóð på tannin. Það er spurning. Best að fara að æfa sig í dönskufrjósunum, Daniel. Hanna, já. Það er að renna nú töflun, sjá hvernig menn voru að koma út í pit. Sjá hvað er í gangi hérna. Agnar er á 9 medium, Kári er á 9 medium. Já, Doddi er 9 soft. Hann hefur ekki þurft meira bensín. Maggi og Ingi að koma úr pit. Það er að fara í pit. Ingi í pit, hann er í viðgerðar fasa. Hann er að fylla. Ég skil ekkert með þetta fylla, hann er að fara aftur á hardtá eða medium. Já, það fyllti nú ekki. Já, það tekur 4 hringi medium, alltaf þess ekki sama þá og Jökull hefur að gera. Mjög líklega. Og hvaða dekkin fór Jökull út af? Medium. Medium áttur. Já,
nákvæmlega eins, Jökull og Ingi. Það bara 2 mínútur á milli þeirra. Já. Æ, fyrir ekki Ingi. Þetta ekki sanngjarnt. Já, hann eitthvað að draga á hann. Það kannski gefur Indima smá svona bústa að vera að sjá Hannes. Hann var svolítið passífur hann áðan á softekinu sinni. Já, hann svona kannski að reyna að róa sig aðeins þannig að hann sé ekki að fara að keyra út af aftur. Já. Þetta blóðugt að vera komin í slaginn og vera á góðum stað og síðan aðeins missa bílinn. Hversu oft hann út af? 2 sinni, 3 sinni? Ég ekki búinn að tellja það. Hvað kvóta ert þú búinn að setja sjálf á morgun? Að fara út af? Já. Þetta kvótinn. Það eins og út af, þetta bara rage quit. Nei. Þú verður að gefa þér eitthvað kvóta. Ok, einu sinni. Ef ég fer út af einu sinni, þá fer ég ekkert inn á aftur. Þá keyri ég bara út af. Einmitt. Setjum bara dörrdekkin á og... bara intermediate. Nei, ég ætla nú að reyna að halda mig á malbygginu en... Já, það reynum við allir. Ég ekki sagt að ég man ekki eftir Hannes að fara út af. Ég man eftir að Díko fara út af. Davíð Rúnar fór hann út af. Dimmi er búinn að fara út af. Magnús Árna er búinn að fara út af. Agnar er búinn að vera njaski út af. Man ekki eftir að Kári hafi farið út af. Nei, man ekki. Lóti fór út af. Já. Horfðum á slaggrassi. Já. Hann hlýtur að fara út af þessu. Já. Það er með skemmtir og eitthvað annað leiðilegt. Það er svona mikið bil á milli allra sem stendur. Hérna myndast eitthvað bil með Agnars og Kára, það er það mættulega eitthvað minnkandi. Kári hefur verið svona hraðari. Já, Jón Baldur segir rigning. Það er rigningaddansinn. Já, það hefur sjáum samt ennþá bláan heiminn. Kannski bara byrjaðar að dansa fyrir næstu keppni. Við getum aðeins farið út úr hérna á Júinu og kynnt hvort að sé eitthvað rigning í spilunum og þetta kannski gera það. Það náttúrulega ákveð núna er engin keppnabraut. Lítur nú ekki út fyrir að vera rigningalegt þarna. Ég ætla samt að gera það. Ég ætla aðeins að fara út. Hérna, þið verður bara afsakaði. Þetta verður örsnögt. Skoðum hvort að sé eitthvað rigning í kortunum. Da. Ekki neitt. Það er ekkert hérna, ég veit ekki hvað að gera. Ég er að horfa hérna á tímaramman rennana niður uppi. Það er engin ský í kortunum því miður. En það er rétt sem hann segir, Jóna, að það væri geðveikt að fá rigningu til að fá svona aðeins meiri spennu í þessa keppni, þannig að það færi eitthvað að gerast. Já. Það búið að vera mikið að gerast í þessari keppni svona hinga til, en hún er aðeins að róast. Jóna er náttúrulega rigninga, hann er maður sem alltaf óskar eftir rigningu. Já. Það stendur það var svolítið fyndið, ég var að horfa í dag, það stendur hérna í keppnisdagatalinu hvað dekk eru leyfð og hvað dekk eru nauðsynleg. Það stendur ekkert, leyfð dekk, þá er ekki tekið fram intermediate eða heavyweight, en það stendur reglurkinu. Það stendur reglurkinu. Já, það er náttúrulega líka, það er ekki hægt að banna... Já, við getum bannað með reglum. Þó að það sé geta bannað með leiknum. Já, svo sem við getum það alveg. Þetta var bara svona eitthvað sem ég tók eftir og fór eitthvað að hlæja. Leifdekk, þá var ekki tekið svona intermediate eða vett. En það stendur undir í smáletrinu að það er leift. Já. Svo því sem það alveg haldið að hafa. Já, Jóna við verðum alveg svo sannlega til í smá rigningu til að hressa upp á þetta. Við erum að horfa á menn keyra hring eftir hring og það er ekki neins staðar á braut keppni. Ég ætla að Kári myndi hugsanlega að draga á Agnar en það er ekki að gerast. Ekki billi allavega. Ekki billi. Ef við sjá hérna Ingi með 2.21 besta hring sem við sjáum hérna 2.21 segir þú? Nei, fyrir ekki 8.21 svolítið 2.21 væri alveg magna. 8.15
8:13, það nú hansi góðu tími. 8:19, 8:15, bara svona aðeins að sjá hvernig menn, pacemenn hafa dimmi. 8:10, það nú hansi góðu tími. 8:12 hjá Hannesi, 8:08 góðu tími hjá Diego. Já, og 8:07, bara hraðastur hringur hérna. Já, hann var bara að setja hraðasta hring í seinasta hring. Já, hann að taka Og við tókum ekkert eftir því. þriggja hringja stint á soft. En af hverju svona stutt á milli hans og Jökuls núna? Jökull er á glænýtækjum og Davíð á skittum softtækjum. Já. En það er samt. Nei, ég meina hann er náttúrulega þá pitstopp á undan hann Jökull. Þannig að núna fer hann inn, hann Davíð. Það er nokkuð gott að taka þetta þriggja stinta soft. Hún nærða beisla slitið, hún nær 3 hringjum soft. Já. Þá getur maður samt líka spurt sig, af hverju tókstu ekki 5 hringja á medium? Nei, það er ekki hægt, þetta er meira 4 hringja á medium, bara bensinleysi. Davíð og Diego núna báðir í pit á sama tíma. Já, þetta er náttúrulega bara hann að testi bræður. Dimmi er ekki að draga rúmunum einu viti á Hannes. Nei, og Dimmi er á soft eða ekki? Jú. Hann er kannski líka aðeins að hugsa bara láta dekkin duga 3 hringi. Hann vill ekki pússa of mikið. Og það er svo mikið eftir, hann er að klára núna, hann er að byrja 10. hring, þannig að það er 6 hringir eftir. Það er allir 10. hringur, svo 5 í viðbót. Þannig að það er margt sem getur breyst, ég meina eins og að sjá. Það er ómögulegt að segja til, það er eins og segja, bara einn út af akstur. Hann er að kreista þess meira úr dekkjanum, þegar bílarnir eru léttari. Það er náttúrulega ákveðið risiko. Já. Nei, heyrðu, og þar fór Ingi. Hann DNF-aði. Já. Það er bara að segja skiljanlegt. Já. Þetta er ekki búið að vera besta reysið hans hingað til. Nei, það er vægt til orða tekið. Þetta er frekkilega svolítið. Ég veit að svissa yfir hann, þá er hann með skemmt eða... Já, hann er bara verið með skemmt bara mörgursum, bara þegar við förum yfir á hann. Men þetta er svo erfið braut, þetta er svo challenging braut, sko. Ef þú missir hausinn, þá er þetta bara ein beygja, svo næsta, svo næsta, svo næsta. Já. RS, já, Dimmi. Það er langt á milli Davíðs og Jökuls. 47, það voru 3 þegar hann fór inn í pit, 3,5. Sekúnda. Já. Já, Davíð Utten þá hann bensinlaus. Já. Það er sem lengi pittin svo ægilega mikið. Það þarf svolítið að faktora það inn í pitstrattið. Já. Það þarf að taka bensín. Já. Ég ætla að leyfa mér að segja það að sko Kári var til þessi keppni rétt áðan ofarlega á braut. Já. Hvað er í gangi þar? Og ég er með að segja, okkur allt í hennu hann er svona langt ráttan, hann tók kannski bara langt bensinstopp. Það getur verið. Og þessu mennur framan hann, ég meina samt ekki, hann er búinn að vera ráttan Agnar, hann er nú í slatta tíma. Agnar er í svipum málum strategílega séð. Magnús Árdal líka, en ekki Diego og ekki Davíð. Þeir eru soft, glænýr soft. Hvað er að gerast þannig með stratti hjá Kára? Þetta er stratt, eitthvað misreiningur, vil ég leyfa mér að segja. Því að hann var hérna bara að keppast við Diego og Davíð Rúnar bara rétt á hann. Fyrir ekki með svo mörgur hringjum síðan. Já, það, eins og þú sagðir á hann, þá er alveg slatt eftir að keppninni, það getur mikið gerst. Það eru 42 mínútur eftir, eða 41 mínútur eftir. Það er 20 sekúndur, 35 sekúndur á milli manna, jú, ég meina, en þeir eru báðir Diego tók bensín, Kára tók bensín. Já, ég kannski kom eitthvað fyrir hjá Kára sem fór fram hjá okkur. Það getur verið. Já, það var bara
lesa sér til það í post-race. Ingi þá ekki að fara ná honum Davíð Rúnari í keppni þriðja sætið. Það útséð með það. Davíð Rúnar að gera sitt þess að halda þriðja sætinu. Það var Magnús Árnason, hann að tryggja sig að hann komið sér alveg örugglega upp úr, ef staðan helst áfram, upp úr einhverju hugsanlegri hættu að detta niður. Það var helstilega þá Magnús Ingólfs sem þurfti hann á góðum úrslitum í kvöld. Hann í 10. sæti. Það ekki að fara nægja. Hann þarf náttúrulega að vera undan Dodda nokkur sætum. Og það útséð með það ekki útséð með það, maður getur með það margt breyst, það mínúta á milli hans og Dodda. Það var heldur betur margt að breyta, skulum við segja. Kíkjum samt aðeins niður aftur listan. Dimmi, ok. Það skárra að fara hálfsegundum í sektöldinu að fara út af. Já. Nema á sig líka, nei, það ekki. Já, hann var að taka hraðasta hringinn sinn, bara seinasta hringur. Já. Það bara að segja, það betra að fá hálfsegundum í sektöldinu að fara út af braut og slá gras. Þetta fyrsta refsingin sem við sjáum í kvöld. Já, ég ekki bara þurfa að minnast á það, það gengið sagði eitthvað. Já, eins og daginn á Deep Forest. Það var bara skellilegt. Álvarinn voru að elda mig á röndum, ég mátti ekki segja neitt, það var bara að láta bitna á manni sem ég var að tala um. En já, hvar taka þær út refsinguna? Er það í byrjuninni á beinakaflanum? Já, en þetta er hálfsekúnda, þannig að hann ennþá að halda rúli. Auðvitað missir hann alveg hellinga, en Davíð... Nei, þarna fór hann út af. Og fekk skemmt. Var þetta mér að kenna? Nei. Þetta viss? Já, við vorum... Ég var að vera betra að fá sig heldur út. Já, menn það. Já, hérna hér. Ég ætla að segja, hann sé ekki að fara að missa Davíð Rúnar fram úr sér á hálfri sekundu. Ákveðan hann að gera eitthvað betur. Þú hefur greinilega bara verið að hugsa eitthvað sem að var til þess að commentators curse fór að dimma. Ég fór að ræða hana. Já. Diego, hann ekki að draga á liðsfélaga sinn. Hann búinn að keyra gríðarlega vel í kvöld. Diego, hann búinn að vera svolítið dekja brennari en samt sko, hann lét þar á kafla softdekkir duga. Hann lét softdekkir duga ansi vel. Já, ég var best að taka það bara út í kvöld, Jón Ægir. Minnast ekki á hann. Ég veit ekki hvað hann að tala um, ég ætla ekki að segja neitt. Það líka hægt að breyta eitthvað umhverfi svona. Já. Jæja, sjáum hérna hvernig það sperist úr sig fyrir dimma. Hann náttúrulega hefur ekki nærrið að sama kraft í bílnum. Eða hraða skulum við segja. Kraftur líka fram. Já, hann búinn að missa Davíð fram með sér sko. Já, hann að færa það, við sjáum það hvað það er. Það meira þess að áður en hann tekur refsinguna. Blessunlega samt fyrir þeim að þetta gerðist svona á síðasta kafla af hring sem var leiðinni. Já. Við reynum að líta á björtuleðanar. Áverðin bit. 2% bensín. Hver er munurinn á Hannes og Davíð Rúnari?
4,3 og Hannes á medium eða ekki? Jú. Og já, það verður vantilega þessi ringur hjá þeim báðum. Hugsalega djót. Davíð að byrja annar ring á soft. Hannes að byrja sem þriðja á medium. Hann samt bara að fara ekki eins vel með dekkin. Hann að byrja sem fjórða. Já, hann klára, hann sem fjórða. En þeir eru sem báður á lokarhing dekkjana. Já, Davíð hefur nú alveg sýnt það að hann getur tekið 3 hringi á Já, nei, ég að fara með fleipur hérna. Já, alls ekki. Tökum 2 hringi. Davíð. Hann eftir líka að ná honum Hannesi. Ég held að hann var að keyra aggressífari heldur en Dimmi. Það er svo sjá samt hérna hvernig þetta spilast úr þessu pitstoppum hérna. Að þetta sé að myndast einhvers staðar. Bílar að Kári medium sá það að byrja eitt medium dekkjum, Dimmi og Glenn soft. Ég spáði því að Dimmi keyrir náttúrulega bara eins og fanturinn á við Kára og keyrir svo út af og fái skemmt. Já. Það er alltaf bara bókað. Já. En svo förum við líka detta inn í núna seinasta hálftíman. Já. Og það eru náttúrulega einhverjir sem eiga eftir að fara á harddeck. Já, það er eflaust, það er þannig. Það vitum allan Jökull að það gera það. Hannes byrjaði hard, hann er búinn með. Já. Davíð byrjaði á hard, vill ég segja. Ég man það ekki alveg svo glögt. Diego byrjaði á medium. Nokkuð viss á því. Nei, Diego byrjaði hard, ég man það. Hann byrjaði þriðju og var að dragast aftur úr. Og ég var einmitt að draga á hans ákvörðun að byrja á hard. Já. Það voru svo fáir, það voru allir á hard. Það var Dimmi á soft og svo var það Jökull á medium og Ingi á medium. Ég minni það hafi verið svoleiðis og hugsanlega þá Agnar líka á medium sem er leiðsögulega. Ingi byrjaði á hard og fór svo aftur á hard eftir. Það er rétt hjá þér. Ok, ég var að tekja þetta, ég held ég hefði minnað þetta af því að hann var leiðsögulega í Jökulls til að byrja á medium. Það voru bara einhverjir 3 sem byrja ekki hard. Já. Ég veit á Jökull, ég veit að Dimmi. Hvernig er bilið á milli Davíðs og Hannesson núna? Það er búið að lækka niður í 2,8. Jæja, bara þá að myndast eitthvað hérna, eitthvað sem getur fylgst með þeim. Já, það er í rauninni ekki mikið annað að fylgjast með hérna. Það er í rauninni eiginlega ekkert að gerast á brautinni. Vantar bara rigninguna? Já, það vantar bara rigninguna. Jóna, er eitthvað spurning hvort þú farir að senda fleiri hérna emoji fyrir okkur? Kannski kemur rigningin? Getur kannski hakkaði inn á Gran Turismo serverana og setti rigningun á stað? Það væri alveg vel því að fá eitthvað svona smá. Nú kemur hérna Colombo inn í herbyggi. Það er hérna... Það er ekki að stytta spilið á milli Hannesar og Davíðssonar núna. Nei, Davíð ætlar að láta dekkinn duga 3 hringi. Það er ekki að bærast ómikið. Það þarf að vera svo consistently hraður á þess að púsa ómikið. Það semst að vera ekki ít ómikið. Þá er þetta bara svona mjatla. Það sér að delta sé að lækka og hann segir hugsa með sér ég þarf að láta delta á niður ómikið. Ég vill ekki vera ít of. Ég þarf að láta dekkinn líka duga. Þetta er svona dans. Já, svo líkur leið og hann kemur í slaginn og þá fara dekkin að hverfa hjá honum. Já, bara 1 úr 3. Það var alltaf gott sko fyrir menn að vera nýta frúrnar og fylgjast með útsendingunum og segja herðu það er hljóðdekk fyrir að vera að gera það. Ég meina skrambin hafið. Skrambakornið. Það
það er einhver kominn inn í lobbyið, einhver vinnur hans Hannesar væntanlega, eða vinnur einhver. Já, hann kemst ekki það braut, getur ekki gert neitt, hann sé ekki bara búið til eitthvað lag, þá er þetta alltaf lagi svo. Já, þetta er það sem getur gerst þegar menn hætta í keppni. En það stendur í reglunum að það ætlast til þess að ef menn hætta keppni að fara inn í pit og ekki fara úr lobby. Já, ég skil. Einmitt út af þessu. Já, en það er ekki, sko, það er bara ætlast til, það er ekki krafa. Nei, einmitt. Ég segi það, þetta er alltaf leið. Lengi segja öryggin áhrif. Ég segi það. Þau eru ekkert að pæla mér í þessu. Já, það truflar suma þegar það kemur svona spjall. Já. Það gerir fyrir mig, fólk er eitthvað að tjatta og eitthvað byrst á skjánum sem hefur bara ekkert við neitt að gera. En það er samt, já, það er ekki þannig sem mikið að rúlla aðeins bara aftur niður, þetta er oft að breytast, það sé mikið bil. Við ætlum að henda í eitt og Kári komið fram úr Ragnari, var hann ekki fyrir aftan hann á eftir þegar hann er komið skemmt. Doddi búinn með dekkin. Já, sæll. Já, ég get ekki kikkað honum, það er bara Hannes á lobbyið, ég myndi kikkað honum ef ég gæti. Já, ég ætla bara að steppa að vera að skrifast á við hann, það bara býr til eitthvað meiri þvæling fyrir ökumennina, sko. En hérna skulum við, Kári var fyrir aftan Agnar og er núna hann hlýtur að taka Dodda. Kári sem komið skemmt og er á síðasta hring, bensínlega. Er Agnar með skemmt að aftan með einhverju liðs? Nei. Ég er bara að rúla hennar sitt reis. Við erum bara að halda áfram. Það er frekar súrt epli í að bíta að vera mínúti fyrir aftan mannið fyrir fram á sig. Já. Þetta er núna bara mennulegin hann inn. Ég ætla aðeins að fylgjast með öðru pakkanum. Þetta er raunveru 2 sekundur hún milli allra. Það er Hannes í pit. Hannes í pit, ok, þannig að ég ætla að aðtöku hvað var staðan á þar. Hún er farin. Davíð og Diego liðsfélagar eru bara virðist vera bara svona í sæmilegum málum. Þeir eru báðir Diego hins vegar að fara aftur núna það fyrir þriðja hring á soft. Hann er að fara að keyra síðustu 20% himnum, ekki 25% á 3 dekkjum. Sjáðu, berum saman dekkjarnotkun á Davíð Rúnari. Tasty Brothers, sama bíl. Nei. Þeir eru ekki sama bíl? Nei. Nei, já, með það ok, þeir eru ekki sama bíl, já. Þetta er Gizmoinn og Davíð Rúnar og Bimma. Þarna er hann líka aðeins að misþyrma dekkjunum, við heyrðum það hann í beinni. Já, það er mikið vælt þarna í dekkjum. Já, það þurfti kannski að reyna að vera smíkri. Við erum samt að sjá það að þó hann sé að klára dekkin að þá er það ekkert að kosta reitt mikið. Já, þetta er eina skilt sem gerði það, sem við allan verðum vitnað. Núna er hann ennþá á Grand Prix á þessar hefðbundnu keppnisbraut, hann er á Nürburgring og við heyrum væli í dekkjunum. Ég held að þetta sé að fara að spænast upp hraðar en hann gerði síðast. Hann er að valla að koma inn á slaufuna. Hann á 5% dekkjunum, hann ekki verið ennþá meira væl. Hann vælir í öllum beigum hjá honum. Vel vælt þarna og aftur þarna. Úff. Þetta er það sem er að tæta upp dekkin hans.
Já. Þetta bremsar kannski aðeins þegar reyna að rúlla í genni beiginar. Ég veit ekki, ég kann ekki að gera þetta eitthvað betur en hann. Finnur alltaf til með hann að vinstra framdekkinu. Þarna. En Hannes 30 og, já, ég meina Hannes 30, menn hann búinn að pitta hann Hannes. Já, þannig að... Ég ætla að leyfa að segja, herðu, þarna komin einhver kemni. Herðu, Dimmi bara komin í skotti. Hannes var að koma úr pitt. Þarna er komin í loks með kemni, það er medium og soft. Og enn og aftur það er Dimmi að láta Sotaki telja, hann var fyrir framan Hannes rétt á hann. Náði að taka fram úr hann, einmitt á þessu kafla sem er að fara að hefjast núna. Hann náði hann að skjóta sig fram fyrir hann. Þess, ok, þeir taka hann á þeirra beigur, svo byrjar eftir þessa kemur hægri og svo vinstri slinkur. Og þá hefst, það er upp á mjög löngum beigurkafla sem Dimmi náði að skjóta sig fram fyrir áðan. Hann réði ekki yfir hraðann, beigunni sem fylgdi. Sjá hvað gerist núna. Sjá hvernig Dimmi spilar á þessu. Bara myndanum að tala sínu máli. Hann nær fram úr eða? Já. En nær hann að bremsa? Já, ok. Þetta tókst í þetta skiptið. Þetta náði að stika eins og segja á lélegri íslensku. Já, Dimma, í þetta sinn. Það var þarna sem að fauk út á mölina. Síðast að var í nákvæmlega sömu stöðu. Hannes enda náttúrulega með kjölsogið. Já, núna kemur bara kafli þar sem er fáttu fína drætti í framúraksturs tækifærum. Já, og Dimmi á betri dekkjum. Já. Nei, Dimmi. Já, hann er það. Dimmi er á betri dekkjum. Þannig að Hannes, þessi Mazda er nefnilega helviti fljót upp. Hún er ekkert með besta endan hann, hún er helviti fljót upp. Og svo er Dimmi líka bara búinn að ná góðum tökum á þessari Mustang. Já, hann er mjög góður þegar hann heldur sér á brautinni. Nákvæmlega. Það verður einhvern veginn sko hægur þegar fyrir út á þetta græna. Já, það er ekki enda búið að finna... Hörðu, Hannes er nú að þjarma á hann. Ég ætla aðeins að setjast borð hjá Hannesi. Ekki enda búið að finna upp á grasi sem er með gott grip. Það er ekki grastakki búið. Nei. Þú er í búið að bara ekkert að setja undir. Þið eru í leiknum. Er það? Grastakk? Það er dörrdekkin. Já, það er rétt. Vá, Dimmi er að fara hann svona svolítið viltur. Hannes er að... Hannes er bara komið til að taka fram. Herru, hann bara bömpar. Já, vegna þess að það er miklu betra fyrir hann að vera fyrir aftan hann í byrjunin á næsta kafla. Hann nota kjölsogið til að taka fram honum. Já, horfum á deltaði, sjá hvernig mikið hann hvort hann er að telja. Þarna er Dimmi mission, hann þarf að ná að nýta sér beigunar, að slíta sér aðeins frá Hannesi. Þarna kemur beigjan sem fór illa með Niki Láta. Dimmi er að slíta sér frá. Nei, ok, núna er Fili fyrir að minka. Það er ekki vera. Já. Það er minkara, en er þetta nóg? Nei, þetta er ekki nóg. Hann fór líka niður í sjötta gír, Hannes, ég veit ekki hvort það var álagt. Út af kjölsoginu. Hann hefði örugglega klárað 5. gírinn út af kjölsoginu ef hann hefði haldið sér í honum. En núna er mikil pressa á þeim að halda sér á breytinni. En nú að Dimmi samt að núna telja, ætti Softekkin að telja Dimma. Núna erum við komin á kaflan sem að Softekkin... Já, nú ætti hann að stinga hans. Þetta er beygjukablinn hérna. Já, við sjáum það. Það er bara farið. Takk fyrir sólu. Það er spurning að Dimmi hvað ætla að láta þessi Softek endast. Hann hlýtur eiginlega bara þurfa að fara inn í pitti núna. Það kostaði greinilega mikið slít að vera í þessu slagsmálum. Já, það er spurning hvað hann gerir. Ég meina, Dimmi á eftir að taka að hörðudeg. Akkurat. Ekki Hannes.
Hann þarf bara að keyra svo fjandi núna andi mig. Hann þarf að slíta sig aðeins frá. En Hannes byrjaði að velta á hard eða ekki? Jú, hann byrjaði. Hvernig eru dekkinu Hannes núna? Já, meina. Það bara til enda. Já og nei. 4 hringir eftir og hann á þetta góðn. Jú, hann getur klárað. Það dugar bensinni, sko. Það nefnilega, sko, Jökull náði bara 4 hringjum og skilu keppnislaust, keyrandi einn. Þá fór hann inn á 4 hringjum á medium, 4 hringjum á medium og þá var hann bara með, sko, 3% eftir að bensin. Já, en hann fyllt aldrei bílinn hann alveg. Já, fyrsta 4 hringja stintið, ok, seinna, já, þá getur hann stýrt betur, en hann gæti allan ekki náð 5. Það var alveg á hreinu. Já, það er aldrei að vera annars. Já. En núna einmitt Jökull í pit, það verður fróðilegt að sjá hvað hann gerir þetta. Hann á eftir að taka harddekkið. Þannig að það er spurning hvort hann taki núna soft og Það er eitthvað hard og svo tekur hann soft síðust er ekki. Já, eða það. Síðust 2. Eða það. Hard 1. Tekur allavega. Hard 1 eða 2 og soft 1 og 2. Þannig er harddekkinn allavega. Já. Það er hægt að taka 3 og soft, við erum búin að sjá það. Já, en það er að taka hard 1 hring og svo soft 2-3. Davíð núna inn í pit. Já. Diego fyrir örugglega pottinn inn í pit hvernig hún er búin að ganga. Hann er búin að keyra á. Það kostaði hann eitthvað. Hann var á 90 sekúndur eftir Davíð Rúnari. Dimmi. Já, hann er hraðar en Hannes. Já, 0,7 að bæta sem besta hring hinga til. En hann lítur, ég ætla að fara ekki inn. Og ef mér skilst ekki, þá var hann líka eftir að taka hard. Já, hann áttur að taka hard. Þannig að það er spurning hvort hann taki þessa seinustu 3 hringi á harddekkjum eða hvort hann ætlar að taka 1 hard og svo 2 í viðbót og soft. Soft og svo 1 hard. Þú veist, maður telur að fara hard og fer inn, síðasta hring og taka hard. Er það 1 hringur? Ef þú komið niður pitlínuna? Ef þú ferð inn í pit á seinasta hring þá telst það ekki sem hringurinn. Ekki? Nei. Þú verður að klára heilan hring á dekkjum. Þetta skiptir máli, þessi smátt skiptir máli. Ég er ekki viss með þess að fyrr. Pitturinn er með við starting line. Já. Nú ætla ég að sjá hvað Kári er, því að ég var að vangaðast á hann yfir í hvað hefði komið fyrir á Kára. Hann er átlapp núna. Á softum. Já, og hann þarf samt að pitta aftur. Já, það er að fara svolítið illa hjá honum á dekkinu átlapp. 12, 13, 14, hann er 4 hringi, það dugar náttúrulega ekkert á þessu dekkinu, hann þarf aftur að pitta. Það er eitthvað búið að klikka, eitthvað hefur komið fyrir, eða strategin. Ég hef alveg brent með svona löngum keppnum. Þá er strategin, hún er eitthvað pínu off, þá kostar það bara helling. Já, algjörlega. Bara helling. Algjörlega. Ég hef dottið niður að vera í einhvern svona top 5 baráttu, niður bara að vera í botninum, bara því að við rangaðum pitstrategi. Þannig að ég veit ekki hvað segja skal, ég ætla aðeins að renna yfir, er eitthvað hérna í gangi? Nei, ekkert. Þannig að það er meiri svona spenna hérna með Hannes. Já, það er Davíð Rúnar, Hannes og Diego Dimmi. Þetta eru svona mennir að keppast hana pódiumsætin sem eftir eru. Sá sem fyrsta sæti frátekið fyrir Jökull. Sérðu það, hann er komin henn út á hard og hann er sann mínútu fórskott. Davíð Rúnar fara aftur inn eins og Jökull. Hannes þarf að rögla aftur inn líka, já. Bensín dugar ekki. Það þurfa allir að fara aftur inn. Jökull keyrir örugglega bara 2 hringi og setur 2 hringi soft. Hérna og alveg örugglega fastest lap. Það leiði mig bara að spá því. Hann lætur ekki fastest lap bara í hendurnar einhverjum öðrum, bara svona svona. Já, mér finnst það líklegt sko. Úps. Skrikaði þetta í ykkur svolítið, en... Pínu tæpur, en bjargar þessu vel, lista vel. Það sem að engin, sko, mér sýnst bara að vera blár himinn, þá sé ég enga ástæð til þess að aftur þessi hugsa að koma rigning. Já, þó. Er að koma eitthvað mist. Nei, þetta er bara það sem kemur hana í Þýskalandi þegar það er svona hiti. Já, ég er að skoða hérna milli bíla, sjáum hérna eitthvað betur til himins. Já, það er heiðskýrt. Það er heiðskýrt að verður hérna í Nürburgring. Nürburgring. Þetta er ekki langt frá München. Ég ætlaði mér að reyna að fara þangað því ég fór til München síðast. Já. Það er ekki tími til.
Það verða teknar einhverjar helgarferðar til Nürburgring. Þegar maður býr hérna nálægt. Já, nálægt, þetta náttúrulega í suðurhluta Þýskalands. Það daggóður akstur, þetta 8 tíma akstur. Já. Frá Danmörku. Já. Styttir fyrir bara að fljúga. Skemmtilega að keyra. Já, það fyrir eitthvað bíl gripvort að situr á í. Já, og hvort maður þarf að komast á hann heim líka. Það engin nálægt hver öðrum. Það hugsanlega, ok, skoðum hérna, það höfum við að setja bak við eyrað hérna 5,7. Hannes og Davíð, en Davíð á soft, þá á ég ekki vona það fyrir að draga þar á milli. Það hugsanlega hér að Diego dragi á Hannes. Það spurning hvað menn að reyna að láta sem soft ekki duga 3 hringi, þá menn ekki eins grimmir. Það breytist hérna delta mun hægara sjálfsögðu. Ég verð nú að segja að minnast á það. Ég alveg gríðarlega feginn að það hafi verið breytt yfir í dagsbirtu þessi keppni. Já, þetta nú mikið challenge að vera að keppa á þessu í 2 tíma. Já. Ég get ekki sett í öfundi að vera að keppa í 2 tíma morgun. Nei, ég hef eftir að njóta þessu. Ég finnst það rosalega gaman að keyra þessu braut. Já, en 2 tímar, þetta svolítið verð. Við erum sjá það hérna voru stilla mennir að fjúk út á hægra vinstri. Já, sko, þessi keppni ástæðan fyrir því að ég tóri í þessari deild. Já. Til þess að fá að keyra 2 tíma á þessari braut. Það líka þetta bara að búið til lobby, skilur. Það ekki skemmtilegt. Nei, vissulega ekki. Það hvergi. Agnar hérna, jú, 3 sekúndum eftir Dodda. Hann var að koma á. Hann báður átlapp, sýnst mér. 3,1. Sjáum svona aðeins svona. Hvað viljum horfa á, kæru gestir? Má alveg setja inn bennir hvað þið viljið vera að fylgjast með á braut. Þetta svona loggmólla núna. Gæti samt að æsast leikar þegar síðustu pitstopinn dett inn. Það aldrei að vita. Korter eftir að getur margt gert á korteri. Já, þetta 2 hringir. 2,5 hringur. Heldur betur. En þá margt í spilunum en rólegheit akkurat núna. Ég kom með skemmt. Já, heyrðu. Þetta smá strik í reikninginn og þá aðra fyrir dimma. Hann að átlappa honum með skemmt, það ekki gott. Það hrikalegt. Það gott fyrir dimma svo. En hann gæti þá að tekið það bara aftur inn og tekið 3 á soft í lokin. Hann búið með hard, ætlaði að leiða mér að fullera. Já, það geta alveg verið, sko. Hann byrjaði hard, ég man það alveg glögt og hann gæti þá bara samanlega 2-2, tekur hann bara 1-3. Hann að klára beygukaflan. Dimmi þarf líka að pitta aftur og hann eftir hard, þannig að þetta jú, ég menna Dimmi, hann þarf að nýta sér þetta, hann veit hann eitthvað af þessu. Nei, hann veit ekkert af þessu. Nei, ég meina skilja, hann þyrfti náttúrulega að spýta í lófinu núna. Já, ég meina bilið ekkert að breytast á milli þeirra, þannig að hann ætti ekkert að grunna neitt, sko, ekki nema ef það bara aukast eitthvað, sko. Já, þá til að kannski lendir á kafla sem að fer út af. Þá telur oft ekki fyrir en sko, þú ferð í kernum sama kafla á bílunum undan. Þar sem skemmtinn á sér stað. Nei, það verðist ekkert fyrir að gerast. Nei, ég held að það sem svolítið. Bílið aukast. Þetta svona haldast bara frekar jafnt bílið á milli þeirra. Já, það kemur nú hressilega óvart. En það Diego sína hefur líka að keyra skemmtan bíl. Já, þarna fer jökullinn. Tegur síðustu 2 hringina á soft, þetta leifar fullera og stútar fastest lap metinu. Ætla að nái undir 8 mínútur? Nei, já. Það gæti gerst, ef ykkur getur það þá er hann. Hann var ekki langt frá því. Ég ætla að segja, ef ykkur getur það þá er hann. Ég ætla bara ekki að segja mér. Hann var fór soft, eins og ég spáði.
Hann var á þungum bíl áðan þegar við tókum tímatökurnar og var 8:02. Já, nú tekur bara rólega nátt lapp og svo þrykkir hann loka lappinn. Jesús Pétur. Davíð Rúnar hann búinn að pita. Hann þarf ekki að pita þetta. Nei, þetta bara dugar honum. Keppna hann, hann í góðri stöðu. Hannes þarf ekki að pita þetta. Nei. Og var að gera sinn besta hring. Þó kom ekki fram þarna, þá var hann samt að fá blátt þegar fór yfir markið. Já, ef þú skiptir á milli bíla þá breytist það. Já, sko. 108.11,1. Diego, hann fór ekki inn. Já, þetta áfram. Á skemmti bíl. Sko, hann gerir þetta til enda. Já, hann verður að gera það. Já, þá eiginlega, en dimmi á eftir hard. Já, dimmi á eftir hard. Já, wow! Og þá Magnús Árnason frá að hoppa í 5. sæti, ætlaði að leyfa bara fullera. Já. Nema hann eftir að taka eitthvað, ég held ekki. Kári hérna, það er eitthvað hann að fara inn, það var eitthvað sem klikkaði með strategíunni hjá Kára. Það leiði mér að fullera. Ég sá ekki var við neina skemmtir. Jáhá. Já. Er Doddi að fara að ná fram úr Kára eða hversu langt var hann frá? Sjáum það. Já. Já. Doddi þarf ekki að pita. Nei. Já, Agnar fyrir fram úr Kára líka. Já. Þetta er eitthvað, hefur alveg farið í vaskinn strattið eða eitthvað spinnað, skemmst, eitthvað óvænt hjá Kára sem við mistum af. Þegar Kári var í keppni bara rétt í okkur sýndist topp bara, þú veist, í 2-5, þú sé. Þetta er að koma mikið orð, en já, 11 sekúndur á törningjum, hann gæti náð Agnari og hugsanlega Dodda, veist, í besta falli. En hann er ekki Magnúsi, 33 sekúndur þar. Dimmi eins og hann þarf heldur betur að láta þetta telja, þennan hring. Þannig að hann þarf að pita. Og þú sagðir, það er ekki nóg að fara inn í þessu hring og taka, hann gæti fengið refsingu. Hann verður að, hann getur farið á þessum hring, sko. Ég er að segja, ef hann tekur þetta í lok seinasta hrings, þá fær hann refsingu. Já, ég meinti sko að því að hann fer inn í pit, hann er konið yfir marklínuna, hann er ekki fullur hring. Já, nei, það skiptir engum máli. Nei, ok, það er það sem ég meinti, sko. Já, nei. Er einhvers staðar keppni hérna? Af því að ef ekki, þá langar maður, ég ætla aðeins að hoppa borð hjá honum Jökli. Já. Af því ég veit að nú eru farin fjólbláar sektorar, nei, hann er náttúrulega átla. Ég geti kannski tekið bara seinasta hringinn með honum? Já, ég gera það einmitt. Þannig að sjáum við hvernig hann gerði það, við sáum þetta líka í tímatökunum. En maður er nú að skilja að fá hérna sigurhring, lokakefni tímabilsins. Þvílíkur meistari sem hann er. Það er helst Dimmi sem er í keppni við Magnús, myndi ég halda. Hann þarf að núna, það er bara svo langur pitturinn, sko, þannig líka að taka bensin. Þarna er hugsanlega einhver smá spenna að fara að eiga sér stað. Ég held bara að Magnús Árnason samt sé í kjörstöðu. Þannig að ég sé hvað missir hérna mig, hérna með að taka 15. sæti. Já. Það væri bara þrælvel gert hjá Magnúsi. Hann er búinn að keyra vel, hann var líka áðan sem ég tók eftir í. Hann var að keyra svona undir radar, sem maður segir stundum. Menn keyra bara svona, ekki mikið í mynd, ekki mikið í keppni, keyra bara sitt reis, stabílt og gott. Það er nú heldur betur búinn að skila verkum, góður árangri. Já. Að
bara að vera stabíll og rólegur. Það stýst ekki alltaf með æsing, keyra sitt reis. Mér sýnist Magnús Arnarsson vera að gera eitt slíkt. Ég menna Grímsson Kalda að vera í mynd aðeins. Mangi Árna. Jú. Þetta falleg þylluskot hérna. Fengjum samt aðeins með Dimmi. Jú, hann að draga á Diego, það ekkert sem telur, sko. Já, Dimmi, hann... Diego ennþá með sína skemmt, en það ekki neitt, hann bara ekki nóg hraður en Dimmi til þess að láta þetta... Nei, Dimmi þarf, sko, hann þarf að fara í pit og taka... Veitu nú við, hvað, ef að Diego fór aftur að fá skemmt, það er svona að fara í pit, sérðu, það er það með skemmt aftur. Hann fór ekkert í pit. Ég fer niður og aftur sérðu, 8.45. Já, þetta var bara outlappinn hans. Já, hann er með skemmt. 13. ringur, hann ætlaði að taka 3 og soft. Já, ok. 13, 14, 15. Ok. Hann fekk skemmtina á outlappinu. Já, það var gott að blessa. Diego er búinn að góða keppni hérna gott. Ef hann hefði, sko, hann er búinn að vera mjög aggressífur. Hann lét soft ekki telja rosalega vel áðan, sá það nokkuð sem í mynd þar sem hann var að, já, bara nokkuð svona röggsamur. Gerði vel að láta dekkin telja. Búinn að vera bara pínu óöfinn með að fara pínu út af hana og með eitthvað skemmt, en annars bara að keyra bara mjög vel. Hannes er búinn að vera nokkuð skemmtilega að minna á sig svona seinnipartinn hérna. Finnst mér á þessari leiktíð. Hann var í svona miðjumóði fyrir áramót, en er búinn að taka stig upp á við. Já. Aftur, ég menna hann alltaf líka fyrir Íslandsmeistari og ég kann alveg hvað í honum býr ef hann á góðum degi og vel æður. Það er bara árið starrend lífsins að menn labba, keyra bara ekkert, hoppa bara ekkert undir stýri og ná góðum árangri án þess að æfa sig. Já, þetta er fallegt. Já, lifir hjá öllum. Já, Magnús, við vorum að horfa á Hannes, ég veit bara að segja þetta, núna eftirbreytni hjá bara öllu keppendum í öllu liðum í vetur. Það eru menn að leggja mikið metnað í liveríinn. Þannig vil ég hafa það. Þá kemur Dimmi, hann þarf að taka bensín og dekk. Já, hann þarf að taka hart. Þá held ég að Magnús Arnarsson Grímsson Kalda er að fara að sigla frá Lavasjó. Hvað er langt í Dodda? Í Dodda, já. Já, það er ómikið. Já, ómikið, já. En Dimmi er að fara að missa Magnús Arnarsson framfyrir sig. Já. Það er lemar bara fullira. Og hérna er, sko, samt Jökull. Ef að fara að borða í jökli, ef að sjá hvað verður mikil munur og hvað Dimmi gerir. Dimmi er að fara inn, er það ekki alveg bara örugglega staðfest, bara staðfest á það. Ég er að fara inn líka. Já. Það er kannski svona smá spennandi hvar Magnús kemur út úr þeim. Já, hann er að fá 2 sæti þarna kannski. Já, það er bara rétt að skipta bílum. Hann er bara ekki þetta langa pitt. Þannig að hann hefur átt eftir að taka hörðudekk. Hver? Diego, fyrst hann er að fara inn. Já, hann fer á softdekkum. Já, nei. Hann vil bara gera bílinn. Hvað kemur Magnús? Hann er nálægt en hann er honum ekki á medium dekkjum, sko. Nei. En þá ætla ég bara að fara borð hjá Jökli. Það ekki? Jú, hann hafa skilið drengurinn með fullt hús. Getur við verið á hundinu hjá hann? Ég get verið hvar sem þið vilji, kæru gestir, vilju vera hérna? Nei, á hundinu. Svona? Það hýrir svo vel í vélinn. Já.
bara, Og sérðu líka gullið? já, einmitt, það er vel til fundið. Þetta er bara, þessi maður er náttúrulega búinn að eiga fæstislepp í öllum keppnum sig og hann er búinn að vinna í fyrsta seti í öllum keppnum. Þetta er einstakt, þetta er, ég meina, það er ekki þetta að leika þetta eftir, ég er ekki bara hægt að jafna þetta. Það er bara hægt að jafna þetta. Og á hálfu sísóni, því að við erum með stórmeistaratímabil, við erum með, sem skiptist í 2 fyrirjól og eftirjól-tímabil, en hann er að setja núna met hérna í kvöld, ætla að leyfa fullera, sem er ekki hægt að slá. Það er bara hægt að jafna. Já. Að vinna alla keppnir, alla hraustrengi, jú, það er eitt sem ég veit sem maður hægt að bæta, hann náði ekki alltaf ráspól. Já. Það er eini, ég held að það var samt bara einni keppni sem náði ekki ráspól. Já, rétt. Ég meina, þetta er bara, við talum sko besti ökumaður allra tíma, hann er bara þar, hann er bara geitinn. Það er bara svo leiðis. Það er bara hann, eitthvað önnur geit kemur á svæði. Það er ekkert hægt að þræta við það, sko. Nei, þetta er bara geitinn. Það er bara svoleiðis með fulli virðingu fyrir fyrirverandi meisturum. Þetta er, við erum að horfa bara sögulega tíma í Gran Turismo samfélagskeppnum hérna á Íslandi. Jökull kemur og ríður öllu frá sér sem hét eitthvað að vera bestur áður, setur bara nýja standard, nýja staðla og nú ætlum ég bara aðeins að þegja og leyfa okkur að horfa á þessa snilld.
Já, kæru gestir, þetta búinn að vera hrein unun og hára annað dreng Jökull Hrafnsson, Íslandsmeistari vorið 24, stórmeistari tímabilið 23-24 með fullt úr stiga eftir áramót með hraðasta hring eins og ég sagði nú auðvitað fyrir, það fór ekkert á milli mála, innanlega til hamingju með þinn árangur. Þetta söguleg stund í sögu Gran Turismo samfélagsins á Íslandi. Til hamingju, innanlega til hamingju. Hann fekk drekkhlaðin heim á uppskurðarhátíðinni. Öðru sæti Davíð Rúnar Tasty Racing. Ég ætla nú ekki að gera þetta. Til hamingju með aksturinn í kvöld, Davíð Rúnar, innanlega til lukku. Annars sæti komið Hannes. Þetta fyrrverandi Íslandsmeistara, Davíð Rúnar og Hannes. Glæsilegur akstur í Hannesi. Vel gert að minna á sig. Hann búinn að vera að koma sterkur inn seinni partinn hérna á þessu stórmeistaratímabili. Það að segja vortímabilinu. Diego Hjartarson með stórgóðan akstur hér í kvöld. Stórgóðan akstur. Hann var pínu óheppinn með að fara aðeins að kíkja á hversu vel grasið væri slegið. Hefðu hugsað að geta verið að valda Hannesi og jafnvel liðsfélagar sínum smá keppni. En vel gert, keyrir fyrir Tasty Racing. Hannes sjálfsögðu fyrir Crimson Kalda. Davíð Rúnar fyrir Tasty Racing einnig. Magnús Arnarsson, þetta glæsilegur akstur hjá honum. Hann fór svolítið fyrir neðan radarinn hér í kvöld. Crimson Kaldi. Og hann blikkar hérna og segir hæ til okkar sem erum að fylgjast með. Vel gert hjá Kalda Racing hér í kvöld. Dimmi, hann keyrði gríðarlega vel en gerði mistök sem urðu honum svolítið svona að falli hér í kvöld. Hafði hugsanlega átt að vera aðeins herra á töflunni. Lava Show, vel gert, vantaði liðsfélag hans í Lava Show hér í kvöld. Agnar endar henni í 7. sæti eftir að hafa bara verið svolítið að ströggla framan að. Vel gert fyrir MSTRB. Dotti fyrir Misfit. Vel gert hjá Dotta í 8. sæti fyrir Agnar var náttúrulega í 8. Kári. Þetta eitthvað smá mér smá dulið af hverju hann að koma hérna í 9. sæti. Hann var með hraðan framan að keyrir hérna fyrir Tasty Racing. Kemur hérna í 9. sæti. Við þökkum honum fyrir keppninni í kvöld og Magnús Ingóls koma hérna í 10. sæti. Keyrir fyrir Misfit. Við skulum bara setjast hérna sem borð hérna nei, heyrðu, það bara búið á fyrirgefið. Það var ákveðinn tími sem beið okkar hérna við fyrir aðra að ljúka keppni. Og þetta búinn að vera, þetta var svona ekki tíðinda mikil keppni hérna hjá okkur í kvöld en engan sér skemmtileg, alltaf gaman að fylgjast með þvílíkum fagmönnum að verki. Menn voru að gera sitt besta í mjög erfiðri braut í mjög langa tíma eftir að hálfgerð maraþonkeppni. Maður ætla að fara núna að þessu menjú hérna og kíkja svo aðeins á hérna óbefnilega niðurstöður. Rennum bara ljúft við það, við vorum bara að gera þessu góð grunnaskil. Það Jökull Hrafnsson í 1. sæti, margum talað yfirbara keppandi á þessu tímabili. Keyrir fyrir MSTRB. Davíð Rúnar, hann var á M6, hann keyrði fyrir Tasty Racing í 2. sæti. Hannes keyrði fyrir Crimson Kalda í 3. sæti. Diego Hjartarson fyrir Tasty Racing í 4. Magnús Árnason fyrir Crimson Kalda í 5. Dimmi fyrir Lava Show í 7. sæti. Agnar fyrir MSTRB Racing í 7. Dotti fyrir Misfit í 8. Kári keyrði fyrir Tasty Racing í 9. og Magnús Ingóls keyrði fyrir Misfit í 10. TRB Ingi var lenti í erfiðri keppni í kvöld og kláraði ekki keppni. Hann keyrði fyrir MSTRB Racing. Já, þannig var nú öll sagan sú. Við skulum hérna
skipta kannski bara yfir í stúdíóið. Ég held að sé ekki mikið meira að frétta af brautinni. Því að við ætlum aðeins að ég held að sé við hæfi svona eins og í Kapphúsaskeppnum að við ætlum að opna spá Bubbles. Ég að taka mig smá forskot á sælunum með það í beinni þó við sjáum ekki. Það hefur verið að skipta yfir á okkur í stúdíunum, mig og Danna. Augnablik. Ég vona að þið haft gaman að því sem heima sitið. Við höfum haft gaman að þessu. Við höfum núna að reyna að gera þetta smá hefð. Alltaf á lokakeppni ársins að opna smá Bubbles. Það er við hæfi. Ekki svo best í svo. Nafnakóður. Það er ekki alveg þetta besta. En enga síður, það er miklu að fagna við enn eitt tímabilið lokið, 7. tímabilið í sögu Gran Turismo samfélagsins á Íslandi. Það er við hæfi að skála fyrir mörgum hlutum. Það er við hæfi að skála sjálfsögðu fyrir honum Jökli. Og Guffa. Það er skála fyrir okkur öllum þeir sem heimasetiði, fyrir öllum keppendum. Það er búin að vera virkilega ánægð að vera með okkur síðustu 2 árin. Þetta ára sjálfsögðu stendur upp úr, hvert einasta ár stendur upp úr ógleymanlegt og mér langar líka að segja sérsta skál til að Daniel sem sendur mér til hliðar. Skál fyrir því. Skálvinnur. Því að Daniel að færa heimili sitt í Danaveldi. Já, það er rétt. Það er að skála, það er skála fyrst, að drekka eins fyrst. Skál. Já, þannig að ég mun ekki vera í útsendingum hérna í frá. Þetta er seinasta útsendingin sem ég mun sjá Mikið sjónarsviptur að þér, því að ég skal segja ykkur það, kæru gestir, að án þess að mann sér þá hefðu við ekki haft alltaf þessar útsendingar í beinni. Það hefur komið upp á síðustundu, stundum höfum við hálftíma fyrirvara, stundum 5 mínútna fyrirvara, eitthvað klikkar, eitthvað er ekki að haga sér eins og á að gera. Þessi maður er búinn að vera þessu aldur að við erum búin að ná að vera í beinni útsendingu, oftar en ekki, sko. Ég veit ekki hvað snýr upp niður í stúdíónu, ég reyndi að koma inn hlutina í byrjun, en þessi maður hér, hann á mikið hróskilið. Takk fyrir það. Guffi á mikið hróskilið. Algjörlega. Þetta er ákveðið tímamót, bæði í stúdíónu og skipulagslega og bara heilt yfir. Og eins og ég sagði fyrir keppni þá er ég bara að henda út áskorunum til allar þessa ungu efnilegu ökumanna sem er að koma upp. Mikil tilökun til komandi tímabila. Já, það okkur vantar eitthvað til að taka Jökul út. Veit hún samkeppni. Hún til staðar, við vitum það. Hún til staðar, það er Andri, hann heldur betur búin að sína það á góðum degi, þá getur hann gert eitthvað. Hann var ekki með í kvöld. Já, það er alveg rétt. Og þetta er bara búin að sönna hún og mér langar bara að segja til hamingju, bara til allra. Mér langar að þakka öllum fyrir tímabili, ég þakka fyrir mig. Þakka þér Daniel fyrir samveruna, samstundinar og skemmtilega minningar sem mun aldrei vera teknar á okkur. Ég segi bara takk sömuleiðis og sömuleiðis takk fyrir áhorfendur fyrir að horfa. Það verður náttúrulega fyrsta deildin á morgun, þá er Daniel að keppa, annur deildin og opna deildin á miðvikudaginn og svo er bara að gera að æfa sig við þessi heima sitji og hafi ekki pröfað hingað til. Það er tímatökur fyrir sæti í deildunum og við hvetjum ykkur öll bara að vera óhrædd og taka þátt. Nákvæmlega. Er þetta eitthvað meira við þetta að bæta? Það held ég ekki. Þökkum bara ykkur fyrir að horfa, þökkum styrktaraðilunum okkar fyrir að hjálpa okkur að halda þessu gangandi og veita okkur þessi frábæru verðlaun sem verður deilt út núna 27. apríl, þeir sem hafa áhuga, það er opið fyrir alla í deildinni. Þá bara hægt að kíkja inn á Facebook-hópin okkar, GTS Iceland. Allir keppendur og með þessar gestir velkomni líka. Já, Gran Turismo samfélagi heitir það víst á Facebook. Ef ekki bara skála. Skál fyrir því. Og segja verið sæl að sinni, sjáumst næsta haust. Já. Verið sæl. Verið sæl. Þessu. Nú ætla ég að breyta þessu, ég var ekki alveg tilbúin í þetta.